ræðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum eitthvað gest sem leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í viðkomandi sem okkur svo hollt. Og hingað komin Lára Pálsdóttir félagsráðgjafi. Velkomin. Takk fyrir. Herðu Lára, nú ýmislega hvernig spjöllin eru hérna. Stundum byrja maður í nútímanum og færi sig aftur og alls konar. En mér langar bara að byrja í upphæðinu hjá þér. Og ég var nú að rifjað upp meðan við vorum að setjast að þegar ég var lítill þá var ég stundu spurður að því hverja manna ert þú? Og ég hef ekki verið spurður að þessu lengi. Nei. Og ekki heyrt þetta lengi. Og ég veit ekki hvaða merking fólk leggur í þetta. Þegar ég spyr hverja manna ert þú? Ferðu í langa nættbók aftur eða hugsaðu foreldra þín? Já, ég hugsa bara mömmu mín og pappa, held ég. Og og svo hugsa ég mömmu mín og afa. Og sko í rauninni finnst mér þetta svolítið áhugaverð pæling, sko ræturnar. Og hvernig það er svona litamann einhvern veginn. Verður hún ekki áhugaverðari þegar maður eldist? Jú. Þú hugsaðir ekki svona 50? Nei. Og það er náttúrulega 20. Þá fannst manni að maður veri bara skapaður úr engu. Já, einmitt. En já, maður verður forvitnar ræturnar, en svo ég segi nú bara frá foreldrum mínum, þá pabbi hét Páll Guðmundsson og var skólastjóri í Mýrárskóla á Seltjarnarnesi. Fæddur og uppalinn á Ísafirði. Og pabbi hans var bindindisfrömuður, labbaði Ísland og boðaði bindindi. Og svo var hann gjaldkeri og það var alþýðuflokkurinn, sko nú er ég bara að segja það sem ég veit svona, alþýðuflokkurinn var við völd á Ísafirði á þessum tíma. Það Kratabær, svo kallar. Já, og afi var bæjargjaldkeri og hann var alltaf svo fínn í tauginu, hann var kallað Gvendur fíni. Og amma mín og nafna, hún held ég hafi bara stritað við að eiga börn og missa börn. Misti mörg börn. En 5 lifðu, þá líklega 3 ef ekki 4 sem létust. Og já, og þetta er sem sagt pabbi og hann, eins og ég segi, hann var skólastjóri lengst af í Mýrárskóla á Seltjarnarnesi. Það má ég spyrja mömmu þína að nafnu, fjórðungi breiðu til nafns. Já. Finnst þér hún vera með þér meira heldur en út af nafninu? Nei. Ég eiginlega, sko... Þekktur hana? Ég þekkt hana, já, en ég var miklu nákomnari hinn ömmu minni. Sem var eiginlega bara mitt akkir í gegnum barnæskuna. Hún hét Katrín og elsta systir minn heiti Katrín. Sem móður amma hérna. Já. Satt spyrjum nöfnuðina Láru, að því þú segir hún hefði mist mikið af börnum. Við erum stundum að tala liðin tíma, kynslóðir og hvernig tóku á alls konar harmi. Stundum erum við með svona hugmyndur að fólk hafi ekki talað eitthvað, en svo kemur kannski í ljós að það voru ýmsar leiðir. Meðan annars ég hef nú oft vitnað í geðlækni sem að tala að fólk hefur notað ljóð, skáldin, til þess að skilja eigin tilfinningar. En eitt af því sem að stundum komið til tals við þetta borð er að fólkið og kannski ekki síst mæðurnar sem að sáu eftir svona börnum, hvort að harmurinn hafi verið minni þá af því að þetta var hversdagslegra eða að harmurinn hafi bara verið jafn mikill eins og ef að fólk missir börn í dag. Sko, nú ég get ekki talað fyrir hönd ömmu minni vegna þess að ég þekkt hann ekki nógu vel. En sko, bara almenn, svona mitt innsæi segir mér að harmurinn hafi verið alveg jafn mikill að missa barn. Þetta er það sem hún tókst fram þegar þú varst að segja mér hvað ammaði væri. Já.
og en sko þau voru frekar fátæk og afi lét alltaf, ef ég hef skilið það rétt, þá lét hann svona flokkstarfið og það allt sem hann ganga fyrir og ég held að hún hafi bara þurft einhvern veginn að halda áfram en ég get ekki ímyndað mér annað en að harmurinn hafi verið alveg jafn stór. Já, jafn stór og svo sko þegar ég var líklega, ég var komin yfir 20, þá man ég að ég fór að hugsa að ég ætti þarna 3 föðurbræður í kirkjugarðinum á Ísafirði sem að væri bara ekkert vitað og væri engin bautasteinn eða nein minning svo ég fór eitthvað að tala þetta við ömmu og líka við pappa en þau vildu ekkert gera úr þessu. Og svo ég nefnilega sko langafa og langömmu í móðurættina sem voru líka Ísfirðingar og eru jörðuð í kirkjugarðinum á Ísafirði og þegar ég fer til Ísafirðar sem ég ger oft, þegar ég eitthvað svo tengd þangað að þá fór ég alltaf að heimsækja það leiði og það bara dálítið fallegt leiði og ég hef svo oft hugsað hvað með þess að 3 litlu drengi sko og þetta maður verður svolítið hryggur í hjartanu en svo hugsa maður líka svona í lífið það einhver sem eftir manni kannski 50 ára eftir maður hverfur. En það sést að þegar börn deyja þá maður eiginlega sakna því sem að ekki varð. Já. Það getur verið mjög sár söknuður foreldra og þeirra sem það ekki. Ég þekki það mjög vel. Já. Ég misti dótturson minn 2019. Hann féll fyrir eigin hendi. Hann féll fyrir eigin hendi, 17 ára gamall. Og það harmur sem ég kemst aldrei yfir og bara, maður einhvern veginn. En og þá hef ég, í því öllu saman, þá hugsaði ég líka til ömmu minnar, sko. Einhvern veginn heldur maður áfram. Þessi drengur, sko, þetta var fyrsta barnabarnið mitt. Og mamma hans var akkurat hún var búin í læknisfræði en var á kandidatsárinu þegar hann fæddist og ég var þá hafði ég farið aftur í sagnfræði og hann svo þreytt á þessari félagsráðgjöf og ég fór aftur í sagnfræði og hann kom til mín bara sko á hverju morgni í marga mánuði, svona hálft ári eitthvað svoleiðis. Og það myndaðist einhverju sko þráður úr silki, sterkur þráður sem að rofnaði aldrei. En en þetta gríðarlegur harmur og sem að bara býr með manni og sko tíminn læknar ekkit öll sár og langt í frá en hann svona Kennum kannski að bera harminn. Já, sko hann mildar það einhvern veginn. En svo má ekkert gerast að þá kveiknar harminu, kannski ég að ýta honum aftur. Nei, ekki beint, sko ég var búin að ákveða að tala þetta því að það gulur september. Annars held ég ekki sagt frá þessu. En að þegar gulur september og í fréttunum í gærkvöldi var sagt frá að sjálfsvíg er algengasta dánarorsök ungra drengja og stúlkna og þá bara ákvað ég að segja frá þessu. Það söknur eftir því sem að ekki varð en þegar sjálfsvíg eru þá líka oft nagandi hugsunum hefði ég geta eitthvað gert. Já, það það. Sem að ekkert svari við. Ekkert svar.
En hún heldur alltaf áfram. Já. Þannig Já. Hún heldur endalaust áfram, sko. En svo, sko, þú varst með hann Jón Kalman í viðtali hjá þér daginn og mér varst alveg dásamlegt viðtal. Og þá í bókin hans Guli kafbáturinn, þá hann að, ég túlkaði þannig, hann sé að segja frá harminum eftir dauða móður sinnar og hvernig hann... Sem hann segist raunverulega alltaf verið að skrifa um. Já, einmitt. En það sem ég tók svolítið með mér í nesti úr þeirri bók, það var sko að nota ímyndunaraflið. Og ég geri það alveg heiklaust og hugsa hann Svenna minn, sko, hann var 17 ára þegar hann dó og nú var hann 23 og ég reyni sko að fylgja honum einhvern veginn í því að hann hefði elst og reyna að hugsa hvað hefði geta orðið og ég veit ekki hvort ég að kynda undir einhverjum enn meiri harmi en mér finnst, það er mín leið og ég held að það sé svo sem engin ein leið út úr sorg, maður bara, eða að vinna á sorg eða lifa með sorg. En með ímyndunaraflinu er þetta að taka það sem að maður þekkir og veit að viðkomandi. Já. Sem er einhvern veginn svona eins og festa eða lifir í einhverju bara, getur lifað í augnablikinu. Það getur verið lifandi í augnablikinu. Já. Og líka það var það sem að sko Jón Kalman skrifaði hana í Gula kafbátnum að sko að meðan maður man eftir manneskjunni þá lifir hún. Já. Og það hugsa ég oft um. Já, þetta sterk hugsun að fólk til þú veist, eða fyrir utan svona, hvað ég segja, línulega tíma. Já. Og við eigum það. Já. Svona, og mátt, eins og Kalman að segja, þú mátt eiginlega leika með það. Já. Og já, en þetta hefur verið bara mjög erfitt og þetta var óskaplega sorglegt. Bara óskaplega sorglegt. Það er drengur með mikla hæfileika. En hann, sko ég var að vinna á Bugl þegar þetta var og hann sagði mig frá því, hann hringdi í mig þegar hann var, hann hafði ekki verið 15-16 ára og sagði mér að hann væri farin að heyra raddir og ég kallaði náttúrulega foreldrana bara til og svo einhvern veginn flettist utan að þessu á bara hörmulegan hátt. Hann áttuðum okkur á að hann var komin í bullandi kannabisreykingar og svo var hann komin í miklu harðarefni. Svo var hann lagður inn á Bugl og hann var sendur inn á Vog en hann hafði gríðarlega hæfileika og því miður sko þá náði hann einhvern veginn ekki að vinna með það sko, hann málaði mikið, myndirnar eru hrikalega óhugnanlegar sem segja kannski allt um það hvernig hún leið innra með sér. En hann hafði mikla hæfileika þá átt og ég hef oft hugsað að nú er hann sjálfsagt í Listaháskólanum með einhver staðar. En er þetta ekki tíminn þegar kom oft í ljós svona geðrænn vandi hjá drengjum, svona síðgelgjan eða hvað það var að kalla þetta? Jú, þetta er sá tími sko og Og stundum er sagt að kannabisreykingar ýta undir það, hefur velt því fyrir þér? Ég er bara alveg sannfærð um það. Fólk ætti ekki að og sá það ef hann hefði ekki reykt þá hefði hann kannski sloppið. Sko þá held ég að maður hefði getað unnið betur með hann sko og svo þegar maður komin út í þessu hörðu efni þá var þetta allt miklu erfiðara og alls konar
bara, sko, þá var hann svo ofbóðslega ólíkur sjálfum sér, sko, þetta var, við göndumst oft með það, ég og maður minn, þetta var drengur sem gat ekki skrökvað, hann bara gat það ekki, en þegar hann var komin út í þessi efni, þá laug hann mig alveg stútfulla. Svo erfitt og fáir kunna að eiga við fólk og krakka sem eru bæði með einhverja svona geðræna vanda og fíknivanda. Já. Það eiginlega, hinn vandi stendur alltaf í vegi fyrir bata hins. Einmitt. Getur verið bara óleysanleg gáta, sko. Já. Og það sá ég náttúrulega öll þessi ár sem ég vann á barn- og unglingageðdeildinni, sko. Það var eiginlega það erfiðasta á vissan hátt sem að lendi í og löngu áður en þetta kom fyrir mig, sko, þá fann ég svo til með fólki sem að foreldrin sem voru einmitt að fást við bæði fíknivanda og geðvanda. Og bara þetta var bara eins og að lendi í einhver svarthóli. Já, erfitt að krafla sig upp. Já, og litla hjálp að fá. Já. Það að við erum að tala um harminn. Já. Og byrjuðum að tala um nöfnin og hvernig fólk ber harm og hvar það geymir harm. Stundum finnst mér svona eins og við gerum ómikið að reyna að fela harminn. Að þú veist, hann fær svona sér hólf hjá okkur, að þegar kannski núna erum við að tala um sjálfsvíg í september og að tala um eins og sérstökum hætti, en þegar við birtust og viljum birta sem manneskjur, að þá viljum við vera svolítið svona kekk og hress og kát og gaman í okkur. En við erum svona göngust ekki alveg við því að það að vera manneskja, að flæðir okkur, sko, allskins tilfinningar og stundum finnst manni, sko, þessi dúkkulísu mynd sem verið að halda að okkur og við erum svolítið stundum þátt í því að halda að öðru fólki. Að þetta sé eiginlega kannski ekki okkur holdt, sko. Við stundum bara gangast við að ég veistu það, Lára, að ég svolítið dapur í dag. Já, sko, ég geri það nú orðið og sko í kringum afmælisdaginn hans og dánardaginn, þá finn ég alveg, sko, það leggst yfir mig bara svart ský og ég leyfi því bara vera. En, sko... Og það þannig að þetta svarta ský, að það ekki að meiða þig eða það ekki hættulegt. Þú mátt leyfa því að líða hjá. Það þannig? Já, núna það þannig. Núna það þannig. En... sko, fyrst eftir hann dó, þá var ég svolítið á hnefanum, sko. Ég var náttúrulega að vinna á barn- og unglingageðdeild í bráðateyminu þar og ég var í burtu í, held ég, 4 vikur eftir þetta gerðist og svo fór ég bara aftur að vinna og þá náttúrulega keyrði ég bara á vegg og þurfti síðan að fara bara langt veikindaleyfi. Ég ætlaði bara að afneita þessu. Já. Og ég ætlaði bara að afneita því líka, sko, að hann var náttúrulega, hann var ábugl eða þannig lagað og inn í mér var heilmikil reiði gagnvart bugl og gagnvart því að þau hefði ekki átt að sjá að hann væri í svona bráðri lífshættu og kannski var ég að beina reiðin eitthvað annað heldur en til mín og foreldrana og ég veit það ekki en allavega, sko, þá bara ætlaði ég að fara þetta á nefanum, bara halda áfram og ég var líka að vinna í Pieta á þessum tíma og hélt því áfram í nokkur skipti og svo var það bara búið, sko, ég gat ekki meir og gjörsamlega brotnaði. Og tróstu til Jés? Já, fór bara í langt frí, veikindafrí. Og rafaðist svo upp að nýju?
Já, með góðra mannahjálp. Ég veit ekki hvort maður á að segja heppin. Jú, ég ætla bara að segja heppin, sko, að sko, þegar ég var 35 ára og komin heim frá Svíþjóð, þá hætti ég að drekka. Ég var komin alveg út í algjört rugl í þeim efnum. Algjört. Hætti að drekka og í framhaldslega fór ekkert meðferðan neitt svoleiðis, bara hætti og fór þá í djúpt þunglindi, bara mjög djúpt þunglindi. Og þá var ég svo heppin að komast til geðlæknis og ég get alveg sagt hver það var Högni Óskarsson og ég bara var hjá honum sko í 30 ár sko þangað til að hann fór á eftirlaun og sko við bara varðið flissum í lokin sko en þetta hjálpaði mig gríðarlega mikið og ég lít stundum á Högna sko sem bara að hann bjargaði lífi mínu á vissan hátt og Og hittur hann hvað, einu sinni í mánuði í 30 ár? Nei, fyrst eftir ég byrjaði, þetta var svolítið, það fór svolítið eftir hvernig mér leið. Já, en það fórst til hans með svona tiltekinn tilefni? Já, nei. Hann var af þessum skóla, sko þessum analítiska skóla og þetta var ekki analýsa en sko stundum fór ég til hans 3 í viku, stundum einu sinni í viku, mörg ár einu sinni í viku og svo svona síðustu 10 árin fyrir utan þegar fyrir utan andlát Svenna þá fór ég oftar og En síðustu 10 árin fyrir utan það svona einu sinni í mánuði, svona til viðhalds, ekki til... Já, svona viðhalds. Ekki til viðgerða. Nei. Ég nefndi með sérstök tilefni að því að ég hef farið til geðlækna og sálfræðinga og þá það bara að því að maður alltaf að einhvern veginn að raða sér saman og kemur kannski í ljós eitthvað úr æskunni, eitthvað sem að mann finnst óuppgert og þá hef ég tekið svona sirpu. Þá kem ég bara með erindi og segi búin að síðast held ég hafi sagt að það bara eitt ákveðið atriði sem mér langar að vinna í. Mér finnst það ekki hæfa mér lengur að vera með biturð gagnvart þessu atriði og ég vil losna við það. Þannig að ég kom eiginlega bara bakkaði inn til viðgerða. Já, þetta hefur virkað fyrir mig sko. Já. En svo líður tíminn náttúrulega og maður þarf að viðhalda sko hugsuninni og ég hef tekið stundum eftir því að ef ég ekki meðvitaður að þá getur risið upp aftur. Þetta allt í mér ennþá. Já. Svo sannarlega. Maður hleypur ekkert frá sjálfum sér og því sem maður hefur upplifað. En sko, hann hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið, hann Högni og og að þau byrjuðu nú á sko hverra manna ég væri. Sko þá, ég ætla nú ekki bara að segja frá pappa og ömmu minni. Nei, ég hef eftir að koma að Katrínu og ömmuðinni og mömmuðinni og þeirri ífólki. Já, og sko, mamma mín er í rauninni miklu sterkari og svona fyrirferðameiri á góðan hátt og slæman heldur en pabbi var. Og mamma... það ekki oft við dætur og mæður að... Jú, sko, en við vorum náttúrulega og erum 5 systur. Og sko, elsta, ég næst elst og það tæpt 2 ára milli mín og elstu systurnar. Svo kom tvíburar og svo kom örverpi. Og já, og sko, ég upplýði sem krakki, sko, að elsta systir mín væri næstum því dýrlingur og ég var rosalega öfundsjúk út í þennan dýrling
og svo voru náttúrulega tvíburar á eftir mér sem að tóku alveg tvöfalt. Þannig mér fannst ég stundum vera svolítið afskipt. Og tíndabarnið? Tíndabarnið, já. Það heitir það bara, númer 2 það oft. Já. Já. Fyrsta barnið færi náttúrulega, það er svo stórkostlegt kraftaverk. Barnið. Allt sem að gerir stórkostlegt. Já, já. En allt sem að barn með 2 gerir, það hefur verið gert áður. Já, og svo þar frutan þá hún elsta systir minn alveg einstaklega góð manneskja og bara gegnum góð og hefur alltaf verið. En ég miklu erfiðari og svona ég held að ég hafi verið sko oft á tíðum mjög erfiður krakki og alveg stjörnuvitlaus unglingur. Og erfið móðuðinni helst eða hvað? Hæ? Erfið móðuðinni helst? Var svona uppreisn eða átök og fleira beindist gegn móðuðinni, frekar heldur en föður? Já, sko, ég held sko, þetta er það sem ég að sko, hugsa bara eftir á. Ég held að ég hafi verið óskaplega tengd mömmu minni og verið bara mömmu stelpa sko. Og til dæmis var ítrekað reynt að senda mig í sveit en þá fékk ég alltaf svo mikla mömmusýki sko. Ég grenjaði mig heim aftur. En ég gerði mér eins og upp kíhósta til þess að koma þeim aftur. Sko, ég var einhvers staðar í Húnavatnssýslunni, Varsdalnum minni mig og ég verð bara að viðurkenna það, ég laug upp einhverjum hroðalegum draumum sko, sem að bara aumingja bóndakonan, hún var bara miður sín. Varsdalsundrin. Já. Þannig þú varst tengd móðin, en hvernig þá? Mér langaði bara að vita þetta því ég á dætur og mér finnst svona miklu flóknara samband dætra við mæður sinnar heldur en ég kann að skilja. Og svo hef ég náttúrulega kynst konum og allir eru með konur eru með flók í sambandi mæður sinnar. Ég hef svo sem kynst karlmennum sem eru með flók í sambandi við pappar sinna líka. En jú, sko já, samband mitt við mömmu var flókið framan af. En síðan þegar ég komst á fullorðinsár og svona var búin að laga mér svolítið til og móka svolítið ruglu út, þá eiginlega sá ég hvað hún mamma var ótrúlega mögnu kona og síðustu svona 20 árin sem hún lifði þá breyttist það samband okkar kannski líka því bjór svo lengi erlendis, þá breyttist sambandið okkar sko úr svona hefðbundnu mæðgnarsambandi í einlega vináttu og hún var bara svo skemmtileg og mögnuð á margan hátt. En þegar þegar fyrstu 6 ár ævi minnar þá bjögum við í Borgarnesi og pabbi var kennari og mamma var íþróttakennari og mér leið alveg ofboðslega vel þar og þetta eru svo ótrúlega fallegar minningar sem ég á þaðan og mér fannst bara sko mér líður eins og ég hafi verið umvafin ást og þetta var bara yndislegu tími og til dæmis þar sem við bjuggum sem var á Egilsgötu ég veit ekki, það endarskipta það engum máli. Þetta var svona 2 hæða hús með risi og á neðstu hæðinni var dvergur sem var með bókbindaraverkstæði, yndislegu maður og hann var svo góður við okkur systurnar og svo veit ég ekki auðvitað breytir tíminn ýmsu en fyrir mér þá var hann þannig sko hann gat tekið svona pappísrúllu og
og einhvern veginn brotið saman, klippt svo í, svo róandi sundur og það var bara eitthvað ævintýri þarna. Og svo eftir að tvíburarnir fættust þá var... Öll börnin ættu að hafa svona mann á neðri hæðinni. Já, og sérstaklega dverg, því að það er svo ævintýrlegt. Og já, allavega þá var þetta alveg yndislegur tími. Ég spyr fólk þegar það var að koma í heiminn, hvort það upplifði sig velkomið og elskað. Og þú ert að segja það. Já, þessi fyrstu 6 ár þá upplifði ég mig mjög velkomna og mjög elskaða af mjög mörgum. Og en svo fluttumst við og pabbi fékk skólastjóra stöðuna og þá bara gjörbreyttist lífið. Og þá... Paradísamissir. Það var sko paradísamissir og þá bæði misti ég þetta fólk sem hafði elskað mig svona heitt og ég elskaði á móti og þetta var bara svolítið barátt að pabbi var skólastjóri og mér var strítt alveg miskunnarlaust. Varstu í skólanum hans? Já, sem voru náttúrulega mistök svona eftir að hyggja, en við vorum það allar systurnar. En ég var mjög viðkvæmur krakki og svona þannig að það og ég vil líka að segja slagsmálahundur sko. Þannig að ef einhver sagði ljótt pappa, þá bara rauki viðkomandi og svo var ég köllu fyrir skólastjóran. Það var pabbi minn. Hvaða skóli var þetta? Mýrarhússkóla á Seltjarnarnesi. Já. En þetta tími milli 6 og 7 ára er náttúrulega svona ákveðið þroskaskeið. Þetta er oft tíminn þar sem að börn byrja kannski að uppgöta að foreldrarnir er ekki alveg fyrir sig einhvern veginn. Þú veist svona, ég veit ekki hvort að ég kalli þetta svik, ef maður uppgötar að það er einhver annað sem að stýra þeim heldur en. Þetta er svona þroska tími, þannig að það að flytja, því ég var síðast með Guðrúnu Jónsdóttur sem að bjó upp í Smálöndum fyrir ofan í byggð sem er núna horfin. Já. Og hún flutti mitt í bæinn á þessum árum. Já. Og hún talar Láglöndin eins og þú talar Borgarnes. Sem bara þetta er eins og bara jóladagarði, þetta er fullkomni heimur. Einmitt. Sem hafa tekið af mér. Já. Já. Og þetta er kannski ekki góður tími að flytja úr sælunni þegar maður er 6 og 7 ára. Nei. Inn í hörku borgarinnar. Já. Seltjarnarnes á þessum tíma var náttúrulega óttalega sveit. En einhvern veginn þá átti ég mjög erfitt með að bara festa rætur þar. En það sem að svona hjálpaði mér heilmikið þá sko var, ég var fljót að læra að lesa og við byggum fyrst í gamla skólahúsinu sem stendur ennþá út á Nesi, byggum þar á efri hæðinni og þar sko þetta fór rosalega skemmt, ef mér finnst það svona skemmtilega skrítin íbúður öll í rangölum og það voru skápar á ólíklegustu stöðum og svona og í einu litlu herbergi sem að ég fann bara fyrir tilviljun, þar hafði bókasafni Seltjarninga verið hrúað og bara þar voru bara heilu haugarnir á bókum. Ekki frágengið bara? Ekkert frágengið. Og þarna sat ég bara í hrúinu og las. Stjórnlaust. Af því það er ekki stjórn á hrúinu. Engin stjórn. Tókst bara næstu bók. Já. Þannig að þú voru að lesa og fræðast án leiðsagnar eiginlega. Já, ég bara las eins og enginn var í morgundagurinn og náttúrulega las hluti sem að 7 ára barn hafði ekkert með að gera. Nei. En er þetta þá svona flótti? Já, ég hugsa það. Og líka sko, þetta gaf mér rosalega mikið og þetta við mótað mig fyrir lífstíð sko. Mótanan heim sem fannst þarna? Já, og sögur, segja sögur, lesa sögur, það hefur verið mér mjög hugleikið. Sem
svona skjól eða annar heimur til þess að leita til eða heimur sem að hjálpa þér til þess að skilja heiminn sem þú lifir í svona dagstæla? Eiginlega sitt lítið að hverju held ég. Hvort ekki. Stundum er talað bókbækur og sögur svona eins og kannski jáfnvel svona eins og nautn eða konfettkassa, eitthvað sem að maður er að nota svona til þess að fá frið, líklega til þess að maður geti svo djöflast í heiminum. Já. En ekki eins og að þetta hafi áhrif, sko, að maður eigi að taka leiðsögnina eða upplifuna sem maður er þarna og flytja inn í raunverulega heiminn. Sko, þetta er svolítið erfið spurning, sko. Ég hef lesið mikið í sumar og meðal annars 1000 blaðsina bóka eftir Olgu Tokarczuk og og ég hef bara viðurkennað það, ég datt svolítið inn í þessa bók og það var bara ekkert hægt að tala við mig í hálfa mánuð þegar ég var að lesa hana, sko. Og bæði datt ég inn í söguheiminn, mér veitanlega var ég ekki að flýja neitt, sko, en það getur vel verið, en ég datt bara inn í þennan söguheim og ég bara vildi ekki yfirgefa hann. Þetta var svo forvitnilegt og ég bara vildi ekki yfirgefa hann heim. Hans truflunin hérðan frá vera bara ómerkileg. Já, það bara... Þetta er spennandi. Já, þetta var bara... Svo hugsaði ég með mér, það voru 2 vikur farnar bara í að vera með nefið hún í bók, nú ætla ég að vinna með einhverju stutta. En þá fann ég ekkert stutta, heldur fann ég sko 700 blaðsina bók og lendi líka hon í henni, sko. Það var The Covenant of Water eftir Abraham Verghese sem var gríðarlega áhrifamikil bók. Og þú alltaf lesið mikið? Já. Bæði sögur og ljóð? Já. Það er svona, maður eftir kannski að fá hérna fólk sem vinnur á bókasöfnum. Það er náttúrulega til fólk eins og þú sem að les bara linnulust. Já. Sem að stundum finnst manni vera svona, svo getur verið með bókmyndaheim. Það sem eru höfundar og þeir sem eru fjallum bækur. Þetta er ekki alveg sami heimurinn, sko. Það er margir sem ég þekki sem að lesa svona mikið. Að hvar þau eru að lesa og hvað þau lesa, þetta er eiginlega, ég veit ekki hvernig, þetta er svolítið einkanlegt hvaða fólk finnur, hvaða höfundaði hitta og hverjir höfða til þeirra og hvernig einhvern veginn. Já. Mér finnst það svolítið öðruvísi heldur en umfjöllun bókmenntir. Já. Bóklestur og bókmenntir er ekki sami hlutur. Svo sannarlega. En sko, samhliða sagnfræðinni þá fór ég í bókmenntir. Í háskólanum, sko, og það átti ekki við mig. Nei. Að sko búta einhvern veginn skáldskapin niður og nei, ég gat það ekki. Stundum er sagt húmor. Ef hann er greindur þá deyr hann. Einmitt. Það fannst bækurnar deyja. Mér fannst það svolítið. Já. Eins og guðfræðingarnir gera oft við Guð. Þau geta drepið hann. Já, þeir geta það líklega. Það er nú mikið af prestum í minna ætt. Veit ekki hvort þeir hafa verið innir við að drepa Guð. Nei, það er þetta er svolítið svolítið. Það er sem að lesa mikið og svona. Þetta er alveg svona, þetta er skemmtilegt ef að það verið hægt að ná ykkur umfjöllunum bækur, sko, innan úr þeim heimi. Já. Ég er alveg sammála. Ég er alveg sammála. Já, ef maður talar við fólk sem að lesa mikið, það er minnst að minnst bara svo áhugavert hvernig fólk er að segja frá höfundum og bókum og það er bara gert með öðrum hætti heldur en sem greinandi sem að tala um. Já. En svo svona sko eftir því sem ég vorði eldri þá var ég miklu meira vandfísin á hvað ég les. Smekkurinn þroskast eða breytist. Já, og ég nenni ekki að lesa drasl. Það er bara, nei, og glæpasögur er algjörst tabú fyrir mér og bara hata þær. Nei, ég get ekki lesið þær heldur.
Ég reyndi það að því að það var einn svona að vinna og þurfti að fljúga mikið og held þetta væri leiðin til þess að lifa af flug, að lesa glæpasögur. Svo var ég að lesa eina og allt í einu hugsaði ég, þú veist, hvað kemur mér þetta við? Þóttu að enn einn hérna sé drepinn og enn einn löggan sé að vera að rannsaka það. Ég gat ekki meir, sko. Já, mér fannst þetta bara ekki koma mér neitt við. Nei, og mér finnst það bara síkala óinteressant. En mér finnst svolítið gaman að lesa slæman texta og vondan texta sem er keyrður áfram að einhverju sem að ég er ósammála. Þannig ég er ekki þroskaður að því leyti. Eins og hvað? Bara eitthvað svona sem ég sé hér og þar og mér finnst gaman að sökkva mér inn í eitthvað svona eða lesa eitthvað sem að er kannski ekki gott, sko. Mér finnst ekki alltaf gott að lesa bara góða texta. Nei, það lendir maður í því að bækur eru kannski ekki vel skrifaðar en þá... Eitthvað áhugaverðar á einhvern hátt. Já, en ég veit ekki... En ég hef ekki þroskast vel sem lesandi. Ég til dæmis fór frá skáldskap á löngu tíma. Já. Og svolítið að reyna að rata aftur tilbaka núna. Já. Ég fekk svona hugmyndum að heimurinn væri bara svo stór og það væri til dæmis bara netið opnaði fyrir okkur svo stórkostlegan heim af sögum miklu fleiri heldur við höfum haft aðgangað. Að ég hef ekki orðað sem svo að ég með það kannski skiljanlegt að Guðrún frá Lundi í einhverjum afdal þurfti að skálda upp einhverjum svona persónur. En við sem höfum aðgangað öllu þar sem við getum eiginlega bara lesið sko Macbeth í Sómalíu eða Lér konung í Bombay. Akkurat við þurfum ekki til skáldskapin. Ég fór í svona leiðangur sko, og fór að leita bara að það væri allt inn í svona raunverulegum sögum. Svo verður þetta bara leiðilegt og svo fyrir ég að reyna að rata aftur vegna þess að líka bara því að tungumálið sem er tengt frásögn af raunverulegum atburðum það er ekki eins skemmtilegt, það er ekki eins svona þrungið og getur verið þar sem skáldskapurinn fer að vera til. Já, ég er alveg sammála þar og þeir sem að kunna vel með mála að fara það sko mér finnst algjör unaður að lesa þannig texta. Þannig að mér fannst allt í einu sko verkfærakista mín vera orðin svona frekar ómerkileg. Þá fór ég að lesa aftur skáldskap. En þú lest mest ljóð? Já, núna bara. Já. Ég fæ svona dellur. En þú ert svo mikilvirkur. Ég bara hef verið að hugsa hvenær sefurðu? Þeir eru bara á róttinni. Herðu, en ég ætla því að sagður ekki að móðurættin var líka að vestan. Já, jú, sem sagt afi minn. Bindindisfrumurinn? Nei, hinn afi minn. Já. Hann Ágúst, hann kallaði Gúst á Fimmunu. Gústi? Gústi á Fimmunni. Á Fimmunni? Hann keyrði sko bílnúmer 5, R5. Og hann, sem sagt, foreldrar hans voru Ísfirðingar og hann ólst upp á Ísafirði þangað til að var ungur maður og svo fluttist hann í bæinn og og eignaðist konu og 7 börn held ég. Svo lést sú kona í spænskuveikinni. Og hann sem sagt satt uppi með öll þessi börn en hann átti, eða réttar sagt eiginkonan sem lést, hún átti sterkað sem var Sveinn í Sveinsbakari og Steinun konan hans og þau eiginlega tóku allan barnaskarran til sín og svo var afi bara hann var sérstakur kallan afi minn og ég hugsa að hann hefði bara verið svolítið laus í rásinni þannig nokkur ár náttúrulega hlýtur að hafa verið heilmikill harmur í honum sko að konan hans dáin og börnin eiginlega hann treysti sér ekki til högus en þau og eins og var tíðkast á. Já, einmitt. Og fjölskyldur leistar upp. Já,
En sem betur fer, þá áttu þau þetta skjól. Og svo bara liðu nokkur ár og ég veit ekkert hvað hann var að gera, blessaður kallinn. Hann allavega eignaðist eitt barn, svona eitt í viðbót. Og svo kynntist hann ömmu minni, henni Katrínu Hreinsdóttur, sem var úr Holtunum. Og hún hafði komið hingað til Reykjavíkur til að vinna svona sem stofustúlka, held ég að hafa heitað. Og fór svo að vinna í Sveinsbakari og þau kynntust þar. Og sko þegar ég var þarna 6 ára og hafði paradísamissirinn var staðreynd, þá var það sko huggunin að ég átti þessa ömmu mína og afa reyndar líka. Og þetta svo, það eiginlega ótrúlegt að það sé ekki nema sko, byrju ég 72, það eru 60 ár síðan. Þau bjuggu sko á Víðimel, þau bjuggu í einu herbergi og það var bara stofan og svefnaherbergi og það var bara allt í svo einu herbergi og svo pínlítið eldhús. Og sko til þeirra flúði ég. Og amma var líka svona lestrarhestur og við lásum rosalega mikið saman. Þetta var svolítið skemmtilegt þarna hjá ömmu og afa, sko, að afi var sósíalisti og þetta litla herbergi, það var eiginlega skipt bara í miðju. Öðrum megin var sósíalisminn og ríki afanis. Ríki afa og hinum megin var ríki ömmu og þar ríkti Jesú. Þannig að þetta var mjög, en sko mér leið ofboðslega vel í þessu. Og fyrsta mægangan sem ég fór, ég held ég hafi farið með afa. Mér minnir það og þá hafi ég líklega verið svona eitthvað 5-6, eitthvað svo les. En heldur að var ammaðin ekki sósíalisti með Jesú? Sko hún hefur örugglega verið vinstri sinnuð en hún átti mjög einstakt samband við Jesú og sko þau ríkisti hjá þeim og bara búið í svona fleti á gólfinu og sko að því að mér fannst svo gott að vera nálægt ömmu þá reyndi ég alltaf að bíða þá til, sko hún var svona næturrafn eins og ég hef síðan orðið, sko, og ég reyndi alltaf að bíða þá til ég var vissum að hún var að sofna og þá ætlaði ég að fara með henni inn í draumaheiminn, að það var svo gott að vera með henni. En það, sko, áður hún sofnaði, þá var hún þá spjallaði hún oft við Jesú og hún bara talaði við hann eins og hann væri bara þannig í rúminu við hliðina milli hennar og afa og sagði honum frá sínum áhyggjum og öllu. Og ekki bara kvarta og biðja, heldur bara spjalla? Sko, hún kvartaði aldrei, hún kvartaði aldrei, það get vel verið hún hafi beðið og hún fekk mig til þess að læra utan að alveg ógrynja sálmum og það er svo sem ekki gert mig neitt en svo sko reyndar sko og þetta eitthvað af þessari trú að mjög síaðist inn í mig og varð einhvers konar barnatrú sko svo svona rétt áður en ég átti að fermast þá fór ég svo mikið að efast og það var mér mjög erfitt líka og og ég man sko að ég átti svona stóra bók sem var gamla testið með myndskreitingum eftir Doré. Það var rosalegar myndir
og á einum stað var mynd af Guði og það var alltaf framan á honum og sko sem krakki þá fór ég bara að hugsa skildi Guð vera með rass og leið á þessu húsum var komin hvort Guð væri með bossa þá einhvern veginn fór trúin að fjara út komið efinn inn þá kom efinn inn og þetta óx rosalega hratt og sko vegna sem ég man að þetta var ég verið svona milli 12 og 13 og svo átti ég að fermast og ég neita að láta að fermast og sem að var fátíðara þá en nú sem var mjög fátíð átti að fermast vorið og svo allt sumarið þá bað amma mig að láta ferma mig haustið og að því mér þóttu svo vænt að ömmu mína þá varð ég við þessari bón hennar sem að mér finnst reynda og skemmtilegt eftir að vegna sem resturum var svo fullur að þetta var bara sko þetta fór svo í mína svona mitt skopuskinni sko þannig að þetta var mjög eftirminnileg ferming. Það var ekki innblásin trúarathöfn. Nei, ekki aldeilis. Þetta náttúrulega glíma stundu segir fólk að ég er með mína barnatrú. Já. Og þá til einhver svona, maður hefur heyrt fólk segja það barnatrú tilheyrir börnum. Þannig að það sem glíma sem þú 12 til 13 ára er glíma manneskju sem að vera fullorðin að búa til trú sem hentar fullorðinsárun. Þess vegna oft sagt við að ég er með mína barnatrú að það frekar vanþrósku trú fyrir fullorðna manneskju að ganga með. Þannig að ef þú ætlar að vera trúi þá þarftu að framkalla trúna í formi sem að hæfir fullorðni mannesku. Já, og barnatrú er bara eins og minning eða eitthvað skrín eða það gagnast kannski ekki. Nei, það gagnast mér mjög vel sem krakka sko. Þegar ég var hrikalega myrkvælin sem að hefur kannski myndast að því ég var alltaf að lesa sko. Einhvern óhugnað. Já, einhvern óhugnað og áður en ég fór að sofa sko þá var ég bara með möntru. Það hafði vorið og það voru sálmar og bla 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 og sko þetta var bara mantra sem ég fór með sem róaði mig einhvern veginn niður og ef ég vaknaði upp á nóttinni sko þá og var skítrædd þá var það alltaf ég svo bróður besta barnavinnur mesti. Já, eins og fólk gerir í nei þá hrópar það á þessa himnaþekka. Já, en þeir hurfu mér algjörlega sjónum þarna og... En heldur að Jesú liggi á milli þín og messið þíns, eins og ömmu? Nei. Þú sjáur hann ekki. Það gæti verið, það væri það alltaf. Það var að bíða eftir því að þú ávarpir sig. Nei, það held ég ekki, sko. En svaraði Jesú ykkur á ömmunni? Það bara veit ég ekki, sko. Ég hef ekki hugmynd það. En sko ég held að þetta hafi bara verið einhver sko leið fyrir hana til þess að svona róa sig fyrir svefnin og kannski sko þegar ég hugsaði tilbaka þá hún átti ekki mikið að vinum eða vinkonum hún átti reyndar yndislegt systkini þannig úr sveitinni en ég hugsa hún hafi verið svolítið ein og ég hugsa hún hafi bara og hún og afi þau mér þannig að ég muni þá töluðu ekki mikið saman. Ég er svo litla herbyggi. Nei, það var bara vekkurinn á milli, það er svo ósynlegi. En þau reyndar, þau spiluðu mikið, spiluðu bridge og afi spilaði lomber sem að ömmu var alveg meinilla við. En þau spiluðu mikið bridge og
Og það var rosalega gaman að fylgjast með að spila britt, sko, því að hann hafði rosalega stóra og mikla orku og það var mér svo minnist eitt, sko, hvernig hann barði alltaf í borðið með Þau hafa náttúrulega verið að tjá sig í gegnum spilin, eða ekki? Ef við töluðu lítið saman, þá var þetta leið til þess að tjá sig. Já. Í svona mjög stífu formi. Já. En af hverju voru þið saman ef að þau tölu ekki saman? Heldur þeim að þau finnist vænt hvort um hana? Ég veit það ekki. Ég bara hreinlega veit það ekki. Sko, vaninn náttúrulega rosalega sterkur. En sko, ég veit það ekki. Og ég veit, sko, og bara yfir höfuð af hverju fóru þau að vera saman. Þau voru svo gríðarlega ólík. Afi var óskaplega fallegur maður, sérstaklega ungur maður. Amma var bara sko venjuleg stúlka, hún var ekkert beauty og ekkert ljót en bara sko venjuleg sveitastúlka. Þannig ég get alveg skilið að hann var náttúrulega talsvert mikið eldri og ég get alveg skilið að hún hafi hrifist af honum, sko, en sko nei, ég veit ekki, það var eitthvað. Þau töluðu ekki mikið saman. Þetta, ég reyna áttum að þessu. Þetta getur ekki að vera svona ógnarjafnvægi inn í þessu herbyggi. Nei. Því að þú kemur hann að leita skjóli og frið og öryggi. Hérna svona smá sneiða af einhverju paradís. Á meðan að háskin annars staðar, þannig að það lítur að vera eitthvað friður. Það var bara alveg algjör friður og algjör virðing á milli þeirra. Og ég man aldrei til þess að, sko, afi gat verið rosalega hávaðasamur og svona svona orðuljótur, sko, en ég hef aldrei heyrt mann finna vel saman blótsyrðum og hann, sko. Amma blótaði aldrei. En það var eitthvað samkomulag, sko, sem að bara var, sko, þau rifust aldrei. Aldrei, allavega ekki svo ég muni. Það var aldrei rifist. En varstu ekkert hérna yfir í sósíalismanum hjá afaðinum? Jú. Hvernig var sú veröld? Sko, það sem ég man eftir að hann fór með mig í fyrstu mægöngur. Svo síðan deyr hann, sko, þegar ég bara 11 ára. Já. Og ég man eftir, sko, að það var svolítið nýtt í afa fyrir þennan sósíalisma, sko, af börnunum hans. Sko, ég held að, sko, ég held að þau hafi flest verið börnin og tengdabörnin verið sjálfstæðisfólk. Og bara svona af gamla skólanum, sko, Bjarna Ben eldri sjálfstæðismenn. Gamli góði sjálfstæðisflokkurinn eins og gamli sjálfstæðismenn kalla hann í dag. Já, einmitt. Sem var svona sósíaldemókratískur, kristilegur demókratískur flokkur. Já, eitthvað svoleiðis. Og en sko, já, nú misti ég svolítið þráðina. Ég verður að spyrja sósíalismann hinum megin við Jesúland. Já, en var hann að fræða þig sósíalisma eða? Þetta verður komin á svona miðjan þegar hann deyr, það var svona miðji 7. áratugurinn. Stalin 62 hann, held ég. Stalin fallinn. Já. Uppgjör við stalinismann. Já. Gerði hann uppgjör við Stalin? Veistu, ég bara veit það ekki, því miður. Og því miður eru allir hornir sem ég hefði getað spurt, sko. Og ég hefði getað vilja vita meira þessi sósíalísku viðhorf hans afa, sko, hvort þau voru, hversu djúpar ræturnar voru, sko.
En sko, hann var dagsbrúnamaður, alveg gallarður. Hafið lært á sínu lífi hvað skipulögð verkalýðshreyfing gat bætt líf þeirra sem tóku þátt í henni? Já, já. Þetta var persónulegt, þetta er ekki bara hugmyndalegt. Nei, þetta er bara byggt á reynslu. Já. Og svona, sko, ég man að hann hafði svolítið dálæti á Hannibal, Valdimarsinni. Já. Vestfirðingur. Já, Vestfirðingur, já. En já, það er margt sem maður hefði viljað vita en sem maður veit ekki einhvern veginn. En að því að þú ert í báðar ættir þarna, þá er þetta fólk Vestfirðingar sem koma suður. Þannig að það er ótrúlegur hópur Vestfirðingar sem ég veit ekki hvað, ætli maður myndi ekki segja, bara flúðu suður. Ég var ekkert að slá því upp, ég man ekki hvað ættu margir að búa á Vestfjörðum eða að vera sama hlutfall og hafði verið 1920 eða eitthvað. Já. Það komu alveg bara heilu kynslóðirnar, komu suður og mynduð að sumuleyti svona samfélag hérna fyrir sunnan og eins og þú segir með afaðinn hann að verið sérstaklega hrifin af Hannibal og maður kannast alveg við þetta hjá Vestfjörðingunum, þau fylgjast vel hvor með öðrum og finnst svona sitt fólk vera gott fólk, kröftugt fólk, skemmtilegt fólk. Já. Það er það líka, finnst mér. Þannig það hefur verið í þínu uppeldi að Vestfirðingar væru svolítið... Já. Og pabbi var, gat verið á góðum stundum alveg rosalega skemmtilegu maður. Bráðfyndinn og sagði okkur alveg ótrúlega skemmtilega sögur að vestan, En já, það... Hvað meinar á góðum stundum? Þetta er sagt menn sem eru þá ekkert svo skemmtilegir einu stundunum? Nei, venjulega var hann bara skólastjóri. Það mátti ekki sýna sig? Nei. Hlutverki var svo... Hlutverkin voru náttúrulega alveg bara... greypt í stein, Pabbi kom heim í hádegismat. Þá var mamma kannski búin að vera að kenna íþróttir, alla morguninn. Og við þarna 5 dæturnar og pabbi kom heim í hádegismat og það var kveikt á fréttum og maður bara rennt fyrir, Og svo fekk pabbi sinn kaffibolla og settist svo í húsbóndarstólinn og hvíldi sig. Og svo fór hann aftur að stjórna sínu skóla. En mamma, hún gekk frá og búin að elda matinn og allt það. Og svo fór hún að bara kenna íþróttir og sinna börnunum. Hún saumaði á okkur og kendi... Já, hún kendi alltaf. Hún var íþróttakennari og svo þegar hún eldist, þá tók hún sérkennarnám. Hún var sérkennari síðustu 30 árin. Sem er hvað að vera sérkennari? Að kenna börnum sem að eiga einhverju hluta... Ýmis konar erfiðleikum? Já, svona sérstaklega erfiðleika við að læra að lesa og þess aftar. Akkur heldur hún hafi gert það? Orðið sérkennari? Hún mamma, hún var kona þversagnanna. Hún gat verið rosalega óþolinmóð og hafði ofboðslega sterkar skoðanir. En þegar það var einhver sem átti undir högg að sækja, þá var hún þolinmóðasta manneskja í heimi. Og hún var með svona alveg hreint, hún var með svona fólk sem átti undir högg að sækja í samfélaginu, þroskaskert fólk og svoleiðis, sem heimsótti hann alltaf reglulega. Þannig að hún kom fram við það sem jafningja og það var eitthvað... Já, það var eitthvað sem að gerði það og við það fólk gátum verið óendanlega þolinmóð. Heldur að hún hafi fengið Jesú með sér frá mömmu sinni?
Já, hún fekk Jesú með sér en hún var mjög efins svona á efri árum. En eins og þetta, heldur þetta sé, en eiga svo það að hafa þolinmæði gagnvart þeim sem að engi sinnir, heldur það sé þessi kristið sem að vega nesti? Veistu, ég veit það ekki. Jú, kannski einhver leyti, sko, mamma gat verið rosalega óþolinmóð ömmu og fannst hún ekki nógu, sko, metnaðargjörn og ekki hafa hvatt sig nógu mikið til að fara að mennta veginn og eitthvað svo leiðis. En hún var líka, það var líka mjög sterkur þráður á milli þeirra. Mjög sterkur. En hérna, já, nú misti ég aðeins... Ég var að spyrja hvort að því að þú varst að tala þolinmæði móðuðinnar, hvað þeim sem að standa veikt. Já. Ég var bara að spyrja hvort að þú teldir að þetta væri eitthvað sem hún hefði fengið frá ömmu sinni og Jesú sem hún var alltaf að tala við. Þetta er svolítið svona það sem hann er að leggja til. Já. Já, kannski. Hver veit? Það má vel vera. En sósíalismann frá afanum fekk hún ekki? Jú, mamma var freka vinstri sinnuð, sko. Hún hefði ekki kallað sig sósíalista, en hún var vinstri sinnuð. Pabbi, hann bara gaf aldrei upp hvað hann kaus. En ég alveg viss sem hann kaus aldrei Sjálfstæðisflokki. Nei, hann hefði náttúrulega ekki orðið skólastjóri á Seltjarnarnesi ef hann hefði verið opinberlega stuðningsmaður sósíalista eða Alþýðubandalagsins, líklega. Það var ekki, menn fengi ekki að vera yfirkennarar í Reykjavík þegar Sjálfstæðisflokkurinn réð hérna ef það voru ekki í réttu flokki. Einmitt. Það var náttúrulega svakalegu tími og er kannski þá, ég veit það ekki. Já, ég hugsa að pappa hefði fundist hann bara einhvern veginn bundin að þessu bara allæfi að... Það mætti ekki segja. Já. En pabbi hans, þú sagðir að hann hefur verið bindindisfrömmuður. Já. Og náttúrulega bindindishreyfingin er eiginlega svona fyrsta félagshreyfingin, kannski fyrir utan kaupfélögin og svona. Og verkalýðshreyfingin á að mörgu leyti rætur í þeirri félagsuppbyggingu sem var í bindindishreyfingunni. Já. Því að menn fara náttúrulega ekki að berjast fyrir kjörum sínum og sinna félaga mikið fullir. Nei. Edrú fyrst. Það er svona betra að vera edrú. Já, og svona félagsmóti, það að reka félag og eitthvað fleira. Ræturnar eru í bindindishreyfingunni. Já, það er alveg rétt. Já, mjög gaman að hlusta á Svan Kristjánsson sem er nú mikill félagsfræðingur. Já. Hann er að lýsa þessu. Já. Það sem hann er að lýsa hvað bindindishreyfingin hafi haft mikil áhrif. Já, ég held að... Ég held að það geti vel verið, sko, en svo, sko, hvað var það mína fjölskyldu? Þá held ég nefnilega að það séu tvær hliðar á penningnum, að annarkvort hafa maður bara þurft að vera bindindismadur eða maður drakka eins og skepna. Það er oft, þeir sem að verða bindindismenn eru þeir sem að annars myndu drekka eins og skepnur. Afi minn, hann var dagsbrunamaður, kalli í vatninu, hann hérna niður á Reykjavíkurhöfn. Já. Og hann gerðist bindindismaður og alveg á, ég held að hann hafi verið svona, hann var bara við stofnun dagsbrunar. Já. Og ég held að þetta hafi tengst. Og það sem að menn voru að gera þarna, þá stigu menn á stokk og hétu því að drekka ekki fyrir sjálfa sig, fyrir fjölskyldu sína og samfélagið. Og því þeir ætlu að gera gagn, sko, þeir ætlu að geta þroskast, þeir ætlu að verða svona góð fyrir vinna og traustir kjölur fyrir sína fjölskyldu, en þau vildi líka gera gagnandi í samfélaginu. Þannig að sumuleyti var þetta var svona samfélagsleg og svona svolítið í takt við kannski svona sjálfstæðisbaráttuna sem kemur með þeirra stjórnarskráin kemur 1874. Ég held að þessi allt saman tengt einhvern veginn svona þessi hugmynd að ég verða hætt að drekka fyrir sko sjálfa mig en líka fyrir samfélagi svo við getum gert eitthvað gagn, svo við getum byggt hér upp gott samfélag saman. Þannig að mér finnst á seinni árum oft talað svona illa bindindishreyfinguna sem svona forpokaða kalla sem að, þú veist, voru að hella niður áfengi og eitthvað svona. En það gleymist oft hvað þetta var raunverulega stórkostleg hreyfing. Þetta er svolítið áhugavert sagnfræðilegt bara í hjúnarefni. Já. Ég er að reyna. En það var eitthvað eftir af bindindis áróður afaðins í ættinni?
Eða var þetta litið á þetta sem svona skrýtna sérvisku hjá afa? Sko, börnin hans voru öll skítrædd við að fá sér glas og hann segi til. Og ég man eftir, allan hafi ekki verið 8 eða samanlega hans, það voru þau svona laumast, það var haldið á hérna Hótel Holti í einhverjum hliðarsal, og þá voru sko pabbi og systkinar, það voru þau að laumast á barinn sko. Og pabbi náttúrulega drakk hann sér stíft, og pabbi var alkohólisti, hann var... Og þangað til hann dó eða? Já. Og gerði aldrei neitt í því? Nei. Og versnaði náttúrulega þegar hann eldist eða ekki? Það versnaði mikið. Já. Og hérna... Það gerist náttúrulega bara þegar hægir á líkastarfseminni og lifurinn lengur að vinna úr þessu. Það getur verið mjög sorglegt eldra fólk sem drekkur mikið. Það var bara sillilega sorglegt. Bara sillilega sorglegt. En hann... Þetta var bara... draugur sem hann gat ekki kveðið niður og hann gerði svo sem alveg tilraunir til að vera edrú. En það bara gekk, hann var ekki tilbúin til að fá neina hjálp sko og ætlaði bara að gera hlutin alltaf á hnefanum sko en það bara gekk ekki hjá hann sko. Það sagt í alkaheiminum þú einn getur þetta, en þú getur þetta ekki einn. Nei. En þú veist, þú verður náttúrulega hægt að drekka sjálf, en þú getur það ekki án einhver aðstofar. Það getur ekki bitið á jaxlinn og ætla að gera þetta á viljastyrnum. Það er hann sem að brást sko að eyðilega fyrir manni áður. Já. Sko, svo viltu fá persónulega alkasögu. Sko, þegar ég hætti að drekka þarna cirka 35 ára, þá gerði ég það einn og fór náttúrulega til geðlæknis, eins og ég sagði, en við vorum ekkert að ræða alkohólisman. Högni sagði það alveg frá upphafi, sko, þú ert ekki hérna til þess að hætta að drekka. Og ég bara virti það og skildi það. Þannig ég greiddi bara einn. Svo leið og beið og ég var 50 og gott að ég var ekki bara 55 ára og þá hugsaði ég, nei, hvað andskotin, þetta hefur bara verið einhver fyrra í mér. Svo ég byrjaði aftur og það var sko, það leið mjög stuttur tími þannig til ég var komin á miklu verri stað. Fólk byrjar á það sem það endaði og sekkur. Já. Sem reynsla margra. Já, og það var 2 ára tímabil og þá fór ég á Vog og bara, já, og það eru tíminn líður svo hratt, sko, það var 2007 held ég. Og En er þetta ekki undarlegt hvað þetta getur kippt fótunum undan manni fljótt og örugglega? Að drekka. Þetta er eiginlega ótrúlega skrítið. Þetta er bara, bara alveg makalust vegna þess að mér fannst á svona þarna frá 35, að ég var 35 ára, þannig til ég held ég að verði 55, það er 20 ár, þá fannst mér ég búin að byggja upp alveg edrú persónuleika og svo bara fauk hann í burtu bara eins og strá í vindi. Og Og styrkurinn sem að maður taldi sig hafa, hann er ekki? Nei. Persónuleikin einhvern veginn brotna niður? Hann bara og sko þetta gerðist ótrúlega rætt hjá mér. Það bara fór allt í mél. En já, þá sem sagt
fór ég á Vog og síðan á Vík og og mér fannst það nú bara andskoti erfitt. Ég verð bara að segja það alveg eins og sko ekki bara að hætta að drekka og allt það heldur, sko var þetta fyrir þann tíma að konur voru ekki farnar að láta til sín taka, sko. Og þetta var svo viðbjóðslega karllægt. Altså bara meðferðin og hugsunarhátturinn og svo... Þetta er náttúrulega, ykkur segði það að messa á að þetta er eina svona mannúðarverkið sem að hægri sinnaðir kallar hafa búið til. Það er smá svipur af því. Ég veit ekki hvað, það er náttúrulega konur sem stýrir svo núna. Það hefur lotið alltaf við þetta, sko. Já, sko... Svona sérkynur blær. Já, heldur betur. Allavega þá sko eins og ég sé það þá gafst mér tími þannig til að vera edrú og hugsa og já, vera innan fólk sem var í sömu sporum og var að reyna að ná sér upp úr, sko, en svo fór ég á AA-fundi og sko mér fannst þeir svo hryllilega kallegir, sko, að ég bara hætti. Það er nú til kvennafundir. Já, þeir voru eiginlega ekki til þá og núna, sko, er ég einhvern veginn alveg búin að ég og Bakkus erum skilin að skiptum. Það er líka margar leiðir til þess að verða edrú. Það er ekki bara eins og við vorum að tala svolítið bindindishreyfinguna. Það var náttúrulega allt önnur aðferð sem var notuð, en það verður margir. Og heldurðu ekki að því að þú myndur segja, ertu alkoholisti? Já. Pabbiðin var alkoholisti? Já. En bindindisfrömmurinn, afiðinn, heldurðu hann hafi verið alkoholisti? Það er nefnilega það sem ég hef svolítið pælt í og ég get náttúrulega ekki svarað fyrir hann, en svona mín hugmynd er svo, sko, að hann hafi farið þá leið frekar en að detta ofan í flöskuna. Ég fór einhvern tímann að leika mér að því að leita að mínum alkoholismu svona í ættunum og það er náttúrulega rosa sorglegt að fylgjast með þessu, hvað þetta hefur mikil áhrif á fólk. Maður sér fólk svona sem að þótti vera bara efnilegt og geta allt einhvern veginn og svo bara upp úr 30 þá einhvern veginn fjara líf þeirra út, sko. Það er við erum náttúrulega heppin að lifa á þessu tíma, það er kannski fyrir 50 árum 100 árum að þá voru alkar sem bara lifði ekki til 50, sko. Já. Og sko það er náttúrulega svo við förum aðeins út í vinstrið, sko, að sko ég var í þriðja bekk eins og ég héti í mentó, sko, þegar ég gekk í fylkinguna og það var náttúrulega rosaleg drykkja þar, alveg ofboðslega. Var það æskulýðsfylking Alþýðubandalagsins fyrir tónabíófundin, eða eftir tónabíófundin? Já. Já, ég man eftir þessu fólki, ég er aðeins yngri en þú. Já. Ég man eftir, sko, drykju í kringum fylkinguna, það var bara mikil partí. Það var bara rosalegt. Og oft alveg hrikalega gaman. Ég get ekki logið því að það hafi ekki verið gaman, en þetta fór mjög illa með marga. Já. Mjög illa og svona... Sko, eins og Leifur Jóelsson og ég náttúrulega misti alveg svona tengsli við hann, en einhvern veginn held ég að það hafi verið drykkja og fíkniefni, sko, sem að bara fór... Kveiktu upp í honum svona geð. Já. Og... Ég kynntist honum aðeins, sko, þegar hann var eldri. Já, sko, eins og ég man eftir þessu... Þá vann ég á Kleppi. Ha? Það vann ég á Kleppi. Já.
hann sagði mér frá því þegar hann veikist, þegar hann fer til Parísar. Hann er stórkostleg saga sem hann að lýsa. Já, þú veist að segja mér hana við tækifæri. Sem efnilegur ungu maður á leiðinni og vildi verða blaðamaður í Frakklandi. Já. Og fór með svona kontakta. En svo leysist hann bara upp í fluginu og flugvellinum og finnst svo seinna bara nærið í Örundur á götum úti. En ég skal segja þér þessu sögu seinna. Já. Það var... Sko, en hann var náttúrulega stórkostlega efnilegur ungu maður. Alveg óbúslega. Og bara gáfaður. Já, mjög. Og svo voru þarna menn sem að, sko, ég ber mikla virðingu fyrir eins og Ragnar Skjálti. Já. Og jú, hann tók alveg þátt í að þessum fylliríum, sko, en hann hélt alltaf einhverju sínu striki, sko. Já. Hann kom hérna tvisvar í viðtal til mín. Já. Það var hann dó. Og svo áberandi, hann kom einu sinni að tala útvarp Rót og kom þá með öðrum sem hefðu komið að því. Já. Mér finnst það svo fallegur, hérna, hvað hann var svo rausnalegur, hvað hann gaf öllum svona mikið pláss og hrós og bara yndislegur maður. Alveg bara einn af topp 10 yndislegum mönnum sem ég hef kynst í gegnum lífsleiðina. Við skulum fara í fylkinguna. Mér langar aðeins að því að þú ert þarna 7 ára með bókastaflana í ófrágengnu bókasafni í Seltjarnarnes að lesa og hverfurinn og svo ertu hjá ömmu fyrst og fremst, ömmu og afa. Og svo ertu að tala þegar þú fer að fermast og þá ertu, maður er svona fullorðnast á þessu tíma þegar maður er svona 11-12 ára. Mér langar bara að spyrja hvernig sástu svona lífið fyrir þér þá? Hvað sástu að yrði úr þér? Því þá veit maður alveg að maður mun fullorðnast, sko. Já. Sem maður er kannski ekki að pæla í þegar maður er 6. Sko, ég var alveg ákveðin í því að verða annarkvort leikkona eða rithöfundur. Og ég var, sko, sískrifandi. Og ég lærði heilu leikritin utan bókar og leik þau fyrir vinn og vandamenn, sko, bara þetta var einhvern veginn engin vafi í huganum, sko, að annarkvort myndi ég verða. Og svona hugurinn bara stendi þangað. Svo bara sko mér gekk alltaf vel í skóla og svona þannig að það bara lá ljóst fyrir að ég myndi fara í menntaskóla. Það var bara, mér var bara ætlað það og hafði svo sem ekkert á móti því. En þá bara fóru hlutir að gerast, sko. Og Hvaða hlutir? Sko, ég fór mikið að hugsa svona út fyrir það sem mér hafði verið ætlað að hugsa á þessu borgarlega heimili og ég komst í bara mikla uppreisn gegn foreldrum mínum, alveg gríðarlega og fann svo mitt skjól, sko, einhvern veginn í fylkingunni bæði hugmyndafræðilega og sko, því ég var alltaf lesandi og djamlega, sko, það er sérkennilegt að þar fer þetta svolítið saman, sko, hugmyndafræðin og djamil. Sem er þá bara að brjóta af sér ykkur beisli sem það kemur með. Og áfengi er reynst mörgu ungu fólki vel að losa sig við ykkur hömlur sem að kemur úr æskunni. En gallin er að það svíkur mann svo seinna, sko. Já, og ég týndi þessum draumum mínum að verða rithöfundur eða leikkona. Það er bara einhvern veginn. Og týndur draumunum eða koma ykkur aðri draumar í staðinn að taka þátt í byltingunni?
Já, allir það ekki. Þú náttúrulega heppin að vera í upprist gaf tórnriðinum á þessu tíma. Þetta er eiginlega besti tími að vera ung manneski upprist bara í mækisögunni. Já, já. 68. Heldur betur. Heldur betur. En svo, sko, já, það, svona þessi sellufundir heitluðum, ég las mikið, sko, Karl Marx og Engels og svo... Lenin og Trotski, var ekki Trotski, eða var það seinna sem að fylkingin gerist trotskistar? Það var seinna. Já. Til aðgreininga frá stalinistunum sem þá gerðist sem áveistar. Það var náttúrulega átök þar á milli, það var svona stalinistar og svo þeir sem voru ekki stalinistar. Já. Það verður kallað villta vinstrið, þannig að allir ánægði með það. Myndur þú kalla þetta, þegar þú horfir aftur, er þetta villta vinstrið? Já, eiginlega finnst mér það ágætis. Ég heyri það hjá sumum sem að tóka þátt í, sem finnst þetta leiðilegt hugtak, villta vinstrið. Mér hefur aldrei þótt neitt leiðilegt við það að vera villt. Hvort því það hefur verið vinstri eða eitthvað annað, sko. En þið sem að voru á sellufundum, trúðu þið að byltingi væri nánd ykkar tíma? Það er svolítið munur á því að sitja einhvers staðar og verið að gæla við að réttlæti sigri. Það er hérna í Suður Afríku, þeir voru að berjast gegn apartheid. Þá var það lykilatriði þegar þau bættu við in our lifetime. Já. Þetta mun gerast í okkar tíma. Og það var kynslóð Mandela sem að sagði þetta og rétt marði það, náði. En það er svolítið munur á alvörunni hvort að þú trúir því að þetta sé að fara að gerast. Eða hvort þetta er svona, stundum verið kallað svona sófakoma. Það sem þú ert eiginlega bara að næra það að vera með önnur viðhorfaldur en hinir og þú veist, kannski hefur engin trú að því að þetta muni, hvað trúður því að byltingin væri? Þetta er svolítið flókin spurning. Sko, maður verður líka að setja þetta í samhengi við þennan tíma, sko, einmitt 68 tímabilið og sko nei, veistu það, ég held ekki og þegar ég hugsa sko ég veit að sumir voru alveg á því að það væri bara það þyrfti bara byltingu með sko bara blóðuga byltingu en ég held að ég hef aldrei verið þar sko líka vegna þess að í eðli mínu sko þá þykir mér frekar vænt fólk bara og það heila líður yfir mig að ég sé blóð þannig að það, nei, ég held að ég hef ekki trúið því að mér fannst þetta rosalega forvitnilegt og mér fannst sko og margt sem Karl Marx skrifaði alveg ótrúlega forvitnilegt. Mikil haus. Já. Gáfaði maður. Já, heldur betur. Og þannig að svona þetta sameinaði eiginlega pínlítið tvennt fyrir mér að vera með einhverja hugsjón og eitthvað sem ég gat fyllt og svo líka sko bara þessi 68 kynslóðar bara allsherjar uppreist sem að snúið upp á hlutverk kynjanna og mikil kvennabarátta og vera að hafna svona borgarlegum gildum og svona þessum þrúandi leiðilega veröld sem átt að tróða unga fólkinu inn í sem að vildi ekki. Ég vil ekki líf og heim foreldra minna, takk. Einmitt. Einmitt. Ég veit ekki, líklega er þetta ekki svona í dag eða æskunni. Já, þú átt yngri börn en ég. Já, ég held þetta ekki, sko. Nei. Og svona líka viljinn á því að búa til eitthvað bara sinn eigin veruleika, sinn eigin gildi. Svona gildismætt. Ég veit ekki hversu öflugt það er í dag.
Herðu, þú fórst ekki til á æskulýsmót eða búðir í Sovét? Jú, mér bauðst það sem sagt þannig þegar ég var það byrjum 17 ára. Já, ég var 17 ára að verða 18. Og það voru alltaf sendir 2. Þannig langt árabil og sko margar svona, ég ætla ekki að segja skrýtnar skrúr, jú, bæði skrýtnar og skemmtilega skrúur sem fóru þarna. Dagur Sigurðarsson og Leifur Jóelsson fór og fleiri. Og og við fórum, og sko ég bara stökk á þetta. Og líka vegna þess að það var alltaf þessi útþrá í mér og svona eitthvað svona flökkuðli. Og já, við fórum þannig ég og Guðmundur Hallvarðsson, hann dáinn, hann var talsveit eldri en ég. Ég var yngst þarna, sko, var bara baby, sko, með þau flesta. Og þetta var bara alveg ótrúlegt ár, svo ekki sem meira sagt. Heilt ár? Já, heilt ár. Og hver var tilgangurinn? Hvað var þetta? Varst í skóla til að læra bara marxisma? Já, marxisísk fræði. Og með fólki allstaðar á heiminum? Allstaðar á heiminum og Rússa líka, sko. Já. Og svo, í þessu... Í Moskvu? Í Moskvu, já. Og hvaða ár þetta? 1970. Brezhnev? Já. Ég sá kallinn. Já, 1. maí. Já, á Rauðatorginu? Já. Og já, mér fannst hann ekki sérlega skemmtileg sjón, sko. Hann? Já. Og þessi kall, sko, þetta var... Hefur þú komið til Moskvu? Nei. Það er sko... Pétursborgar. Bara komist til Pétursborgar? Já. Það er sko, grafhýsi Lenins og svo eru svona svalir langt fyrir ofan og þar stóðu allir herforingjar og þessi kallar og Með svona loðhúr? Já, loðhúr, já. Og ég held ég sé ekki að búa það til eftir á, en sko mér eiginlega bauð við þessari kalla hrúið hana. Það var engin kona. En sko, og ég hef nú held ég ekki verið besti nemandinn í þessum marxisísku fræðum, sko. En það var hvað lífið getur stundum verið einstaklega skemmtilegt, sko. Ég fiktaði svolítið við ljóðagerð á þessum tíma, sko, og það birtist eftir mig ljóð í Svetsja sem var, sko, tímarit ungkommunista. Og í framhaldi af því þá hafði samband við mig, með minni hann hafi heitað Haukur Hafstað sem var sendiráðsritari og spurði hvort ég væri til í að aðstoða konu sem hafði þýtt Laxness og fleiri íslenska höfunda og hún var að þýða Svartamessa eftir Jóhannes Helga og hvort ég væri til í að vera henni svona innan handar. Og hún þýddi úr dönsku. Og jú, hvort ég var. Og þá bara kynntist ég Heimi sem að var algjörlega heillandi. Hún hét Nína Krímó, þessi kona, og Halldór Laxness skrifar hana, sko, að ég man ekki í hvaða bók. Og og við verðum svona miklar perluvinkonur, sko, og hún kom svolítið í staðan fyrir ömmu, sko, og var svona eiginlega ömmu típa. Já. Og sem þið veitt ekki af að fá? Nei, sem ég veitt ekki af að fá og
og ég heimsótt hann alltaf einu sinni í viku og þetta menn sími sem alltaf að kaka, og nema það að í gegnum hana þá kynntist ég svo óskaplega skemmtilegu gömlu fólki sem hafði upplifað byltinguna og sem hafði síðan verið ýtt einhvern veginn til hliðar og þetta var mest listafólk og mikið þetta var alveg ótrúlega fundur, þetta var alltaf einu sinni viku og það komu þarna leikonur með svona fjaðratúska og alls konar og þetta var svona listaelítan sem var í Moskvu svona milli 1920 og 30 og þetta var alveg Majakovskij hefði getað labað þarna inn þess vegna og en þetta hefur verið, þú veist að fundur er þetta ekki bara eins og salón, svona þar sem að fólk kemur saman? Jú, í rauninni og ég las mikið Gorki á þessum tíma sem að höfða nú oft til ungmanna og hún, þessi kona, hún kynnti mig fyrir manni sem að hafði hugsað eiginkonu Gorkis síðustu árin og þetta var gamall maður, eldgamall maður, staurblindur nema það að þessi gamli maður við urðum alveg perluvin og tala saman þýsku ég var í Þýskalandi í 5 mánuði árið áður og hef alveg eira fyrir tungumálum og fljóta tilenga með þýsku og töluðum saman þýsku og hann fór með mig Moskvu, kynnti mér bara Moskvu út frá sjónarhorni sem var bara alveg með ólíkindum hann hafði ekki verið blindur alla ævi, hann var blindur þarna og hann fór með mig á listasöfn og hann fór með mig í leikhús og meðal annars leikhús Stanislavskis og bara þetta samband við þetta fólk hafði alveg gífurlega áhrif á mig og Marlin bara einhvern veginn bara þetta var hann þar líka og ég hef alveg haldið því að vera sósíalisti og væri það fram í andlátið en þarna kom eitthvað tækifæri til að kynnast heimi sem var að hverfa og var alveg dásamlegur. En heldur þessi horfina því að stundum heyrim að tala Rússland að það náttúrulega þessi sterka menning og bókmenntaheimur ekki síst og sá heimur þarna, þú getur lifað í honum. Þú mátt bara ekki vera að skipta þér of mikið af stjórnlandsins en þessi heimur þarna og sumir fara þarna jafnvel af því að það eru óþolandi að vera í Rússlandi. En þá faraðu inn í þennan heim og geta dvalið þar. Já, það getur vel verið og hann hefur lifað í Sovjetið og hann var á keisaratímanum og hann hefur lifað alls konar tíma en menningin þarna ennþá þessi ótrúlegi menningarfur. Já. Þannig að ef þú ætlar að vera þann inni þá máttu helst ekki vera að skipta þér að einu sem ekki að stjórnlandsins. Einmitt. Og þannig að fólk kannski, mér finnst eins og þú sitt að lýsa fólki sem valið að lifa inn í menningarheiminum en hummað hitt bara fram að eins og stundu fólk getur gert ef það lifir svona inn í menningunum þá getur það litið á allt hitt sem bara hjóm svona við hliðina. Þannig þú býrð til skjól. Já. Og smá vel við svona lestrar hesta þess að þig þetta inn í svona heim. Já, þetta var bara algjört ævintýri. Og þetta getur alveg verið rétt lýsing hjá þau og kannski eina leiðin fyrir þetta fólk til að bara lifa af því að þetta var fólk sem hafði haft miklar hugsjónir réttlátt samfélag og eitthvað svoleiðis það var búið að einhvern veginn að ýta því
gjörsamlega til hliðar og ég hugsa þessi mikið til í þessari analýsuðinni. En vonbrigði þessa fólks, að náttúrulega í upphafi byltingarinnar þá voru mikið menningafólk og fleira sem voru í kring og sem höfðu trúað í að þetta myndi sko opna svo margt. Kannski svipað við vorum að tala með 68 áðan, það svo margt sem við erum að lyfta af í samfélagi okkar. Já. Og svo má segja það að þeir draumar hafi kannski koðnað niður og orðið svona stífari miðstýring og svona reynt að halda haga á samfélaginu, þannig að margt af þessu fólki var bara sett í gúlakið og dó. Já. Eða lifði svona hálf neðanjarðar eins og fólki sem að þú lýsa. Og mikil vonbrigði hjá þessu fólki. Já. En var það, gat það sagt samt og sem að sjáðu við allavega byggðum yfir inn að fátæku og við byggðum allavega upp heilbrigðisþjónustu sem allir hafi aðgangað. Já. Ég meina við menntu konurnar okkar sem að vestri gerði ekki. Var það svona tvískipt hjá fólkinu? Sko þetta náttúrulega langt síðan, en ég held það að sko, þau hafi verið stolt af ákveðnum hlutum, en svo þurfti að fara mjög dult með aðra hluti. Sko. Og sár vonbrigði sem oft eru persónuleg, þess að fólk sá eftir vinu sínum. Já. Og bara, eins og sögur margra skálda segja. Já. Horfðu á, sáu bara eiginmenn sína myrta af stjórnvöldum og heldur betur, vinnina og hryllilegur harmur og vonbrigði sem að hvolfist yfir kynslóðurina. Heldur betur. En svo lýsir þessu þá voru þarna fólk svona og upp úr 70 og svo þú 17 ára. Já, ég var orðin 18. Já. Það var bara 50 ári næsta. Og sko, það sérkennilega við að sko, mér hefur aldrei fundist neitt gömul sál og mér finnst eftir því sem ég eldist þá finnst mér frekar sko erfitt með eldast í sálinni. Já, verður bernskari í sálinni. Já, en þarna bara smell passaði inn og mér, sko, þetta var bara svo mikið ævintýri og ég upplifði þetta sem svo mikið ævintýri og já, þetta hafði alveg gríðarlega áhrif á mig, kynnin af þessu fólki. Og var þetta svo veröld sem að þú vildir helst til að því að í sumleiti myndum að halda fyrir 18 ára stúlku frá Íslandi og segja hörku gaman að vera í marxlenínískum fræðum með fólki allstaðar að úr heiminum. Já, ég var það líka, sko. Og Kúbu og Kína og Afríku og það ekki? Jú, og sko, smá hluti af þessu fólki við höldum en þá sambandi bara, sko, gegnum Facebook. Ég var mikið, sko, ég var í herbergi fyrst með stúlkum frá Nicaragua og síðan stúlku frá Ítalíu og ég var mikið í ítalska hópnum en þetta var fólk allstaðar að úr heiminum sko og sko ég átti mér reynilega bara tvennskonar líf, annars vegar þarna með öldungunum og hins vegar sko með unga fólkinu. Með róttækum æskulíðis heimsins. Já. Hvernig gekk þér í skólanum? Fyrstu þessu diplómu? Jú. Og bara, ég eisaði það alveg. En sko, ég hef svo sem ekkert þurft að flagga þessari diplómu mikið. Nei. En svo kemur heim. Já. Og heldur árum að starfi í fylkingunni. Já. Þá það svona hugmyndarleg átök alltaf. Já. Það ekki alveg spekin sem hún kemur með frá Sovétríkjum Bresnjevs kannski ekki það sem að fólki í fylkingunni vildi hlusta á. Nei, alls ekki. Og ég var svo sem engin ég sá alveg í gegnum sko held ég sko þó að ég upplifði ekki mikla restriksjónir sko, ég gerði það ekki. Það var kannski bara að til hvernig ég var. En
En ég var engin, sko, ég var engin frelsað brésni, veist, eða neitt svoleiðis. Og eins og ég sagði, sko, þegar ég sá alla þess að kalla þarna á 1. maí, sko, það er eitthvað bogið við þetta. Eitthvað agalega mikið bogið við þetta. Þetta er náttúrulega 2 árum eftir Tékkóslóvakíu, sem að var nú fyrir marga svona endapunkturinn af því að gefast upp á Sovétríkjunum. Já. Sem er svolítið skrítið að svo oft talaðum það núna á seinni tímum, sko, að þegar Sovétríkin féllu 89-91 að það hafi verið eitthvað svona sjokk, en vinstrið var náttúrulega búið að Vesturlöndum var meira og minna búið að yfirgefa Sovétríkin. Já. Og bara ekkert skrítið við það. Og fylkingin með því að taka svona afstöðu með Trotski, að þá verður þeir að taka afstöðu með þeim sem að byltingin drap. Já. En svo voru líka fraksjónir innan fylkingarna, sko, og svo eftir ég kom heim, sko, þá 19 ára, þá sko fór ég bara aftur í mentó og ætlaði nú að flytjast til Ítalíu, þegar ég eignaðist ítalskan kærasta. En svo var... Í Moskvu eða? Já. En svo var ég svo heppin að ég held að ég hefði aldrei orðið góð ítölsk. Nei. Ekki náðu að elda matinn eins og mamma hans? Ég veit ekki. Hann var þokkabót engabatt, sko. Og þú vinnur ekki hjörtu ítalska kallan að elda eins og mamma. Einmitt. Ég held að verði allt og ævintýra gjörni í kokkamennskunni, sko, til að elda eins og mamma. En nei, svo bara þegar ég var 19, sko, þá fór ég á garðsball og þá bara hitti ég manni minn. Og þá hvarf Ítala ástin og ég var bara óskaplega ástfangin á honum. Og við erum, sem sagt, fórum að búa bara tiltölulega, 2-3 mánuðum seinna, fórum að búa saman og hann kemur á svona háborgarlegu heimili. Pappa hans var læknir, alveg stórmerkilegu maður, og mamma hans var tannlæknir og hún yndisleg kona og mikil bókmenntakona, en hún féll líka fyrir eigin hendi. Og já, og svo bara var ég barnsafandi 20, sko. Og eignaðist dóttur mína. Og sko þau foreldrar mannsins míns, þau bjuggu í Arnarnesi, sko, þetta gat ekki orðið háborgaralegra. En það er bara palissaldir og drápuhlíðagrót sem maður fyrir sér. Einmitt, og sko það var enda fura, en drápuhlíðagrót var það. Og en ég fór í framboð fyrir fylkinguna, þannig búandi í mánu 74 þá eða hvað? Já, líklega. Já, ég heldur að það búið sér fram þá. Já, 74, já, dóttir minn. Kannski 78 líka, ég man það bara ekki. Nei, það var 74. Og sko það fór ég í framboð og síðan einhvern veginn bara fjaraði þetta hægt og bítandi út, sko, þessi lífið tók bara einhvern veginn við. Svona Börn? Já, ég eignaðist dóttur mína sem sagt 1973 og svo Kjartan 77. En er þetta ekki saga margra kvenna að út með starfar í pólitík og vilt yrkja og svo tekur lífið ykkur með börnum og svo er maðurinn í námi og það þarf að halda heimili meðan hann er í námi og þetta ekki... Jú, þetta er svolítið svona klassik. Ég er ekki að segja þessi vondskipti, ég veit ekki, mér hefur ekki verið boðið upp á þetta. Mér hefur ekki verið boðið upp á þetta val. En sko, ég veit ekki, sko,
það sem Jón Kalman sagði hérna hjá þér, með suðið. Já. Sko suðið var bara ekki nógu hávært í mér, held ég. Og ég áttaði mig, held ég, í tíma, skulum við segja, að ég yrði aldrei neitt stórkostlegt skáld eða rithöfundur. Og ég var alltaf átt mjög erfitt með að sætta mig við einhverja meðalmennsku. Svo hérna, svo það bara fór þangað sem það fór og svo kláraði maðurinn minn bara læknisfræðina og við fórum til Svíþjóðar og þá svona kom einhvern veginn eða paník í mig og ég fór að hugsa hvað ætli ég eiginlega verða? Já. Og þá langaði mig langaði að læra sálfræði og sótti bæði í Uppsala og hérna Stokkhólmi. Sóttum og komst inn í Uppsala en ekki í Stokkhólmi. Svo þegar ég fór að skoða námið í Uppsala, þá var það sko svona alveg harðasti behaviorismin og það bara átti ekki við mig. Þannig að ég þá sótti ég í félagsráðgjöf í Stokkhólmi. Þar var svona sko analítísk sálfræðikennd og ég komst ekki inn þar, en þá ákvað ég að fara í þessa blessaða félagsráðgjöf. Svo sko leið mér ekkert vel, mér var alltaf þótt gaman að læra, þannig að það bara gekk vel og maður gaman að læra og allt það, en svo þegar ég átti að fara að vinna þá fann ég að þetta væri nú kannski ekki akkúrat það sem ég langaði til að gera og þá fór ég að finna bara sko leiðir, svona hliðarleiðir eins og sko þá bætti ég við mig terapistanámi og bætti við mig hinn og þessu. Sem þau fannst vera meira áhugavert. Já, og svo fór ég, gerðist leiðsögumaðurinn tíma, fór í leiðsöguskólann sem var nú eitt erfiðasta nám sem ég farði í, sko. Og var leiðsögumaður, eða gæti, eða hvað maður að kalla það, sko bæði innan og utanlands. Svo fór ég inn á buglið og sko krakkar og sérstaklega unglingar hafa alltaf staðið verið mjög nálægt mér sko, það kannski að því að ég hef átt erfitt með að bara vaxa upp úr því að vera unglingur sjálf og hérna og þar fann ég mig svolítið á buglinu sko að vinna með unglingum sem voru kannski í miklu vanda. En það ekki erfitt svolítið, þú veist, sérstaklega ef maður vill standa með unglingunum og stundum inn í kerfi sem að vill það kannski ekki. Er þetta ekki góður staður til að brenna upp á? Jú, örugglega. En það sem að nærði mig rosalega mikið, það var samveran með unga fólkinu, sko. Þegar mér finnst unglingar og svona ungmenni, þau hugsa svo skemmtilega, sko. Þau eru farin að hugsa abstrakt, en eru ekki orðin föst á þessum klafa sem að maður festist á þegar maður þarf að fara að vinna fyrir sér og jata. Þannig að mér finnst hugsunin hjá þeim oft svo ofboðslega skemmtileg og frjáls og mér fannst það alveg dásamlegt að vinna með þessum krökkum og reyna að hjálpa þeim að finna einhverja leið sem þau gætu lifað. Því að þetta voru oft krakkar, sko, þetta var bráðateymið á Bugl, þannig að þetta voru oft krakkar, sko, sem voru í sjálfsvígshugleiðingu. Mikilvægt hættu? Já. Miklu sálarorska? Já. Og hérna með suðið, af því að þú varst þarna
varst 12 ára, þá vildur við verða skáld og reynda leikona. Svo sér að suðið hafi ekki verið nógu sterkt. Bukowski, hann orti þetta og ég var eitthvað að leika mér að því að endur segja það. Og hann segir einhvern veginn svona, ef það vellur ekki upp úr þér þvert gegn öllu, slepptu því. Nema það spretti óumböðu út úr þér hjartaðínu, huga og munni og maganum, slepptu því. Ef þú þarft að sitja klukkutímum saman og stara á tölvuskjáin eða bógra yfir ritvélinni, leitandi orðum, slepptu því. Ef þú ert að þessu fyrir peninga eða frægð, slepptu því. Ef þú ert að þessu til að ná konum upp í rúmið til þín, slepptu því. Ef þú þarft að sitja löngum stundum og endurskrifa aftur og aftur, slepptu því. Svo heldur hann áfram. Þannig hann eiginlega að tala suðið. Já, já. Og ef þetta suð ekki óbærilegt, að þá verður þú bara að finna þér eitthvað annað. Einmitt. En stundu getur þetta lítið út eins og svona sumir sem bara fæddi með þetta, aðrir ekki. En auðvitað það ekki alveg þannig, sko. Þú getur rækta suðið. Já, já. Og þú getur sumir næra suðið og finna leið til þess að eiga við það. En aðrir snúa sér öðru og suðið þarna. Og suðið í þér ónært? Stelstu til að yrkja? Stelstu til að yrkja? Nei, ég stelst ekki til þess. Nei, þú gerir það. Já, það bara, það svona stundum bara koma setningar, sko. Og ég skrifaði niður og það verður bara duga. Ég hef enga þörf fyrir að, sko, gefa út neitt eftir mig. Ég hef enga þörf fyrir það. Nei. Og eins sko, eiginlega patin að þessu viðtali var svolítið, sko, að ég vildi að þessar minningar sérstaklega frá Moskvu myndi einhvern veginn geymast. Og svo var ég eiginlega alveg bara farin að hugsa, nei, hvað ég veit ekki að gera þetta, hvað er vitleysa. Svo ég var eiginlega bara búin að ákveða að ég myndi bara skrifa svona einhvers konar, ekki ævisögu, en svona einhverjar minningar fyrir börn og barnabörn. Að ég á svo ótrúlega skemmtilegan afkomandi garð sem er svo gaman að rækta. Ég hef mömmu til að skrifa minningar sínar, einmitt fyrir börnin. Já. Stórkostleg lesning. Já, ég hugsi... Mjög stutt, sko, það er ekki svona ævisa, það er bara minning og það er bara, hennar karakter kemur svo skemmtilega fram í þessu. Já. Og á hverju hún hefur áhuga og hvað fljótt athygnin fer frá henni yfir og eitthvað allt annað. Það er mjög skemmtilegt. Já, svo er alveg dásamlegt að eiga þetta. Já. Og svo náttúrulega með þessari tæknisögu núna þá eigum við náttúrulega verið að taka svona upp. Já, og ég sé mikið eftir því að hafa ekki tekið upp síðust árin sem að mamma lifði. Sko, og svo finnst mér núna svona eftir því sem ég eldist, þá svo margt sem ég langar til að spyrja mömmu, sko. Og í sambandi við ættin og hitt og þetta, sko. En já, ég drep sér eftir að hafa ekki fengið hana til að segja betur frá. Það er já, herðu en með Villta vinstrið. Ég hef stundum fjallað það og talað sérstaklega það við fólk. Og eins spurning sem að ég spyr fólk af er miðað við svona alla orkuna og ákefðina og þessi tímamót sömuleyti í mannkynssögunni. Af hverju hafði þetta starf svona lítil áhrif? Það hafði eiginlega lítil áhrif inn í verkalýðshreyfingunni. Það er lítið áhrif á gömlu flokkana sem áttu rætur að rekja í verkalýðsbaráttu fyrir hluta 20. aldar. Og það var ekki kannski fyrir, maður gæti eiginlega fundið það seinna þegar fólk sem tók þátt í þessu starfi byrjar að gera sig gildandi í svona eins og kennarasambandinu og þú veist það var alltaf að benda á, þú veist að það hafði svona áhrif en það er þá í gegnum svona persónur en sem hreyfing það er þetta rosaleg orka en lítill ávinningur. Já,
En sko það... Maður gæti ekki fara í ríkin nema að kaupa sko stéttabaráttuna og neistan. Sko, ég veit ekki hvaða örlög þetta eru sko. Þegar nú sér maður náttúrulega sósíalistaflokkin. Sko, mér finnst svolítið eins og örlög fylkingarinnar hafi bara verið svolítið svipuð. Að þetta bara leystist upp í svona sko leiðinda krytur sko ekki neitt. Og mér finnst það alveg ömurlegt. Verði ég að segja. En ég held að það hafi hreinlega gerst þar líka. Svo náttúrulega var það var mikið ungt fólk, það var mikið sko mentafólk. Ég held að okkur hafi vantað svolítið sko hreinlega verkafólkið með okkur. En menn reyndu það nú, sumir fóru ekki í nám, heldur fóru að vinna niður á Höfn. Já. Og reyna að taka þátt í fundum Dagsbrunnar og Verkamannasambandsins. Já, hann hvað heitir hann? Pétur Tyrfingsson held ég hafi farið að vinna á Höfninni. Já, og svo ég man ekki hvað hann heitir, en það voru frekar undantekningar heldur reglan sko. Því miður. Og ég held það sko að þetta byggðist mikið upp á mentafólki allt saman. Og svo náttúrulega bútaðist þetta í þetta eigamell og bla 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 sko alla þessa. Lára, nú erum við að tala lífslaupið þitt. Já. Í þessum heimi. En eins og við komum fram að þá lestu mikið. Og þú lest mikið af ljóðum. Já. Hvaða skáld hafa snertið mest? Hann það sem ég verið óta þér sko, Majakovski, hann hafði gríðarlega áhrif á mig. Já. Ég byrjaði á Hryggjasúlu flötunni. Og svo var ég bara ekki nú ánað með hann í einni, en svo sá ég eftir því og ég ætla að reyna aftur. Já, endilega. Hann svo skemmtilegur, þú varst nú að lýsa svona orku í fólki áðan, afaðinum og svona. Já. Sko lífskrafturinn og orkan í honum náttúrulega einhvern veginn. Hún bara áþreifanleg. Hún áþreifanleg. Já, svakaleg. Og ég tristi mér ekki alveg hérna á þessu tímabili. En ég líka að ég skil ekki rússnesku, ég með Google Translate og svo með enska þýðingar og ég held að enska þýðingar á rússneskum ljóðum og arabísku ljóðum og ítölsku ljóðum sé ekkert góður. Nei, ég veit það ekki, ég fór nú að skoða þetta og það var Þorsteinn frá Hamri sem þýddi til dæmis Ský í buxum og einhver fleiri ljóð eftir hann. En ég veit ekkert úr hvaða tungumáli hann þýddi. Menn leyfðu sér þetta meiri í gamla daga. Þegar þýðingarnar urðu svona sérgrein í háskólanum. Þá voru menn að þýða bara úr alls konar. Þá töldu það bara að vera mikilvægt að ná þessu inn í íslenska hugsun. Og þú veist, það ekki að bíða eftir því að þú finnir skáldmeldan mann sem kann rússnesku og íslensku fullkomlega til þess að þýða þetta. Menn getur sér bara að hafa það. Já. En hvað með Majakovski? Hvað Akkurat þetta sem þú varst að segja, lífskrafturinn og ákveðin örvænting líka og En heldur það ekki verið óþolandi svona inn í herbyrgi? Jú, það held ég. En það ger ekki til. En og svo alveg á hinum endanum þá ég rosalega hrifin af Edith Södergran. Það alveg á hinum endanum. Það svona lágstemdara og... Já. Og annars verður eins og svona eitthvað sem klingir og hins verður eins og bara eimflauta. Já, svona sem bara kirkjuklukkunar í Notre Dame eða eitthvað. Já. En það
ljóðin tala eitthvað svo beint inn í hjartað á manni, sko. Það var sjaldan sem ég get grátið af neitt og innilega eins og þegar ég les ljóð sem að snerti mig djúpt. Þú hefur vitnaði í viðtalið við Kalman. Ég held að hann hefði sagt í viðtalinu að það læsi lengi ljóð. Nei, það eru kannski bara einhverja skrýtnar skrúr, ég veit það ekki. Ljóðabækur seljast kannski svona 200 eindökum. Já. Og flestir eiga 80 frengur sem að kaupa, þannig að þetta er eiginlega ekki í almennri dreifingu, ljóðabækur. Nei. Það eru fara bara í frengarðin og svona mjög þröngan hóp ákafra ljóðaununda. Já, sko ég kaupi allavega bækurnar hans Kalmans, ljóðabækurnar hans. Hann er að gefa ljóðabók núna um jólin. Já, ég veit. Og ég hlakka mikið til. En sko ég hef ekki verið dugleg við að lesa þessi yngri skáld því miður. En já, en mér finnst ljóðið hefur einhvern alveg sérstakann sess í mér. Og ég reyni alltaf að sko lesa eitt ljóð sko bara á símanum áður en ég fer að sofa. Á tímanum þegar amma þín talaði við Jesú? Já. Svo ljóðið kannski minn Jesú, ég veit það ekki. En ljóðin eru náttúrulega á okkur svæði, það sem þú veist, kannski full væmið og ljóðir eru náttúrulega alls konar, sko. En það er svona eins og tilvistarleg, sálarleg staða, á meðan að sagan dregur okkur eitthvað. En hérna, þetta er eins og aríur í óperu, sem er hérna innra líf persónunnar hérna talar út til innri sálar okkar sem við setjum út í sal. Ljóðið er eitthvað á svona skringilegu svæði. Já, veistu, ég er svo hjartanlega sammála. Og einmitt, sko, ég nefnilega svolítið óperu fan. Og fer ég óperubíó þegar ég get og á óperur alltaf þegar ég fer erlendis og svona. Og ég hef oft fundið fyrir þessari samsörun, sko. Kannski finnst mér óperan bara eitthvað hlægilega og eitlaus og svo kemur ein aría og þá er þetta bara alveg þess virði að hafa setið þarna kannski í 5 tíma á Wagner eða og það er eitthvað nákvæmlega eins og ljóðið sem að snertir eitthvað sem að ég hef enga skýring á eitthvað sál snertir sál já, eða svo maður sé nú svolítið háflegur að guðdómurinn snertir guðdóminn í manni. Nei, það er ljóðin eru eitthvað þar sem svo er til alls konar. Já, svo til ljóð sem að þoli ekki að vera svona og vilja einmitt slá því í burtu og svo eru ljóð sem að vilja vera bara hversdagsleg og tala við hérna með allt hætti og það er til alls konar. Sko. Svo eru sem ljóð sem að vilja ekki segja neitt heldur fela allt á baku orðin og þannig maður finnur þau ekki og ef maður finnur eitthvað þá veit maður ekki hvað maður fann, hvort það var eitthvað sem maður ímyndaði sér að varðana, sko. Þannig að það er til allt í þessu. Það er, sem betur fer, er þetta fjölbreytt og manneskjan og mannlífið. Náru þú hætt að vinna? Já. Hvernig er það? Það er bara... Þetta býður mín, þannig að ég spyr fólk sem er komið í... Á númer 1, 2 og 3 ekki segja að þú sést komin á eftirlaun heldur þú sést komin í eilíðafríið þegar það er mikill munur að vera á eftirlaunum eða vera í fríi vegna þessi fríi getur gert svo margt skemmtilegt og sko og við Menur á eftirlaunum og þá er maður þykjast að vera veikur ég veit ekki þá er maður bara eitthvað gamall eftirlaun Eftir hvað? Laun eftir hvað? En sko, við erum mjög samtaka, ég og maðurinn minn að við erum svo, ég er svo óbúslega forvitin og ég get einhvern veginn tengt hann með mér í forvitnina. Þannig að við erum búin að ferðast mjög mikið, bara í gegnum alla ævina líka þegar við áttum ekki bót fyrir borun á okkur, sko. Núna erum við bara á meðan við höldum heilsu þá reynum við að ferðast eins mikið og við getum
Svo fekk ég svona smá viðvörunarbjalla, ég fekk brjóstakrabbamein og fannst ég eiginlega fæðast aftur, sko. Þú losnaði við það? Hæ? Þegar þú losnaði við það? Þegar ég var búin í meðferðinni, sko. Það verið gefið líf upp á nýtt? Já, meðferðin var mjög þungverfið. En svo sko, það sem að tekur sem svo sjálfsögum hlut, bara eins og sjálfvirkni útbúnaður í nefn á manni, sko, bara litlu hárin í nefnu. Þegar þau kom aftur og maður verður svo innilega glaður, mann finnst maður bara hafa unnið sko, stóra vinningin í happatrættuna, bara hárin kom aftur í nefn. Svo ég bara rosalega, ég ekkert hrædd við dauðan, það ekki til. Og hvernig stendur á því? Það veit ég ekki, það bara, býtu hver sagði það nú aftur, það ekki, hvort það var Tagore, sko, að þetta væri eins og þegar kornabarnið væri fært af hægra brjóstinu og flutningurinn yfir á vinstra brjóstið væri óbærilegur, en það tæki bara eitthvað voðalega gott við á vinstra brjóstinu líka. Trúirðu því að það tæki við eitthvað eftir döðan? Nei, ef þú hefur spurt mig fyrir 5 árum eða 6 árum, þá hefði ég bara sagt nei, þetta bara er hér og nú búið. En núna finnst mér einhvern veginn eins og, sko, allt hefur orku og orkan getur bara ekki einhvern veginn gufað upp. Það er bara þannig. En orkan er ekki persón okkar. Á sumuleyti er allur heimurinn sem að við höfum upplifað er bara inn í höfðun á okkur, og þegar við deyjum að þá verður heimsendir þess heims. Já, ekki? Sko, það er nú stóra spurningin, sko, og sko, orkan er náttúrulega, hún er einhvers staðar hérna inni, og hvort hún er bara líffræðilega eðlis, og það er þetta með hversu þung sálinn sé, grömmin, 49, þyngdin á sálinni. Já, sem er mismunurinn á líkamsþyngd eftir að deyrið. Ég bara veit, sko, veistu, ég hef ekki hugmynd um það, en þetta allavega, og enda hef ég enga svo sem þörf fyrir að lifa áfram, sko. Heldur að Katrín ammaði sig hjá Jesú? Nei, sko, nei, en ég held að, sko, hún var 100 ára. Og ég held hún hafi dáið, sko, með Jesú í hjartanu sínu. Og ég held hún sé bara einhvern veginn allt í kring og inn í mér. Jesú öðlaðist eilíft líf í hjarta hennar. Já, og kannski þar með í hjartanu mínu, sko, þegar hún alltaf lifir með mér. Má ég spyrja, heldur að Svenni sé á góðum stað? Drengur minn? Já, ég held að hann hljótar á góðum stað. En og það, sko, þú kannt ekki rökstyðja það, það er tilfinning. Já, og ég átta mig alveg á því að ég fór að hugsa meir eilíðamálin, sko, eftir að hann dó, og og þá fór ég náttúrulega að vona svo heitt og innilega að ég hitt hann aftur, sko, eða að við mætumst sko, ekkert við hittumst aftur, ég svona og hann 17 og ekkert hefur breyst, heldur að þetta að sé eitthvað eins og stjörnurík sem einhvern veginn blandast saman og að við gerum eitthvað skemmtilegt. Sko, stundum finnst mér hann, þeir finnst það kannski, sko, heldur ég sé eitthvað gaga, en ég það ekki, að stundum, sko, við hefum athvarf á Snæfellsnesi og hann dó á Snæfellsnesi, að ég vil sé svo sérkennileg veðrabrigði á Snæfellsnesi og
stundum finnst mér það vera hann að láta mig vita að hann sé þarna, en svona sá ég 4-faldan regnboga og í þessum regnboga þá heyrði ég bara amma. Og svona, og mikið fögnuð, þannig hann að segja að þetta sé allt gott. Já, ég bara vona það svo sannarlega, sko, og og það bara, ég vona svo innilega að einhverjir svona particles, eða hvað maður segir, á okkur eigi eftir að renna einhvern veginn saman í einhverju eilífðarmóðu sem maður endi þetta lýrist. Þegar mamma var að deyja þá fór svona hugurinn og svona skilningurinn á deginum svolítið frá henni fyrst, svona helliklöpp. Þannig að maður kom kannski til hennar og þá svo, hittirðu Gunna? Og þá var það Gunni bróður hennar sem dó fyrir 25 árum. Og hún flutti eiginlega inn í æskuheimilið sitt í hugunum. Og var alltaf að tala þetta fólk eins og það væri bara á lífi. Já. Og þetta var hennar svona, í hennar ævi var þetta eins og Borgarfjörðurinn á þér. Þetta var good old times voru á Austurgötunni þegar hún var stúlka. Og var ætlið tangað og bjargað og hólpin og margt í þessu, hún var örverpi og bræður hennar bara hann á höndur sér og fóreldrarnir og alltaf maður koma, þá var eins og þetta fólk væri bara hefði verið þarna og þá fekk maður þessa tilfinningu að svona hefur þetta náttúrulega verið í gegnum söguna sem að fólk að kveðja og upplifir það eins og þeir sem elska mann mest séu að taka á móti manni. Og það var alltaf raunveruleikinn hjá mömmu. Hún var bara að hverfa aftur í bara skjólið og öryggi til þeirra þar sem hún var mest elskuð. Og sko, hún hefur náttúrulega verið komið með svona elliklöp, ég átta mig á því, en leiðinni vel í... Já, oftast, en svo kom þegar nútíminn eða aðstæður hennar, þá gat hún orðið mjög hrædd. Af því að hún réð ekki við það. Hún kunni ekki og hún hætti að vilja fara, hún var á hjúkrunarheimili, hætti að vilja fara fram að því hún bara réð ekki við aðstæðunar. Þannig að hún var, og þá fór hún náttúrulega enn meira inn í þennan heim. En þetta var svolítið eins og við værum að kveðja hana inn í heim þar sem henni hefði liðið best og Gunni bróðir og Siggi bróðir og pabbi og mamma myndu taka á móti henni. Þetta er nú bara svolítið ljúft og fallegt. En við vissum náttúrulega að það voru sumleiti ellilöp en þessu svona hugmynd okkur, þessi sterka tilfinningum að svona sé þetta er einhvern veginn inngróin inn í okkur. Já. Þannig að kannski er rökrétt að óttast ekki döðan. En svo hefur maður náttúrulega séð fólk sem óttast döðan og að sjá fólk á dánarbeiði sem óttast döðan það er ótrúlega átakamikið og sárt. Já, það var einn frændi sem lést úr krabbameini fertugur og hann gat ekki sleppt og það var alveg hræðilega sárt að horfa upp á það. Þá getur maður óttast döðan. Þá getur maður óttast döðan. Óttast og náttúrulega bara þetta er meiri nótt, þetta er bara skelfing. Já, og vera svo hryllilega ósáttur sko við að sjá ekki börnin sín alast upp að náttúrulega lítinn 2 ára strák sko og mér fannst það mjög erfitt. Og því segi það, ég vona sko, það er kannski búið einfalt að segja maður óttast ekki dauðan en sko mér finnst það samt og ég vona svo innilega að dánarstundin mín verði bara það verði bara gleði og svo fyndi sko að ég fekk COVID þannig að ég þetta lyfja þau verið í þessar lyfja meðferð og þá held ég að ég var að deyja. Ég var bara alveg handvissuna að ég verið að deyja og
þá fannst mér nú bara sko ómögulegt að skilja við hans að vera búin að skipuleggja jarðaföruna og þá svo var ég að hugsa hvað ég vildi láta, hvaða tónlist ég vildi hafa og mér datt ekki til hugan en söngur villiandarinnar. En nú er ég búin að ganga frá þessu. Nú ertu komið með prógram? Já, komið prógram. Það var bara gleði. Herðu, Lára, mjög gaman að fá þig hingað að Laugardalsmóti, spjalla lífið og tilveruna. Já, þakka þér bara kærlega fyrir, bara heiður að fá að koma. Þú sem oftast þessu sættir. Takk fyrir. Og ykkur þakka ég kærlega fyrir áhorfendur góðir og áheyrendur sem hafa verið að hlusta, Laufey og Líndal fyrir að taka upp og senda út. Minni á hérna framundan helgardagskrá, við erum með úrval vikunar hérna seinni í dag og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Hann byrjar klukkan 12:40 á morgun, hvernig getur að hlusta á það. En annars segi ég bara takk fyrir samveruna og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.